the outsiders ravage our lands. What's to become of our world? I've been having dreams. This is an extermination. Dreams make good stories. Everything important happens when we're awake. This is only the beginning. Dune, komin í bíó. Þessi þáttur í boði Pop-Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði með piparduftið, klálega uppáldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar að meðal Sweet Chili sem svartubókin. Það ekkert snakk sem toppar hann, að mínum mati. Þátturinn líka í boði Subway, bestu bátnir í bænum. Subway sér líka salat og vefjur. Uppáhaldsbátur minn á Subway, það kaldur BMT og ég kaup mér allavega alltaf 3 smákökur, þær eru það góðar. Og þátturinn líka í boði Sambíóana. Sambíóan reka 5 kvikmyndahús á Íslandi, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöll, það er uppáhaldsbíó mitt, ég fer oftast þangað, salur 1, það er ekkert sem toppar hann. Ég vil þakka þessu fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin, ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblaðri á Instagram, TikTok og Facebook og ef þið viljið styrkja Bíóblaður, verslið við þessi fyrirtæki sem styðja þáttinn. Ég sé að þú ert ekki með bollaðinn. Nei. Ég gleymdi honum heima. Gleymdi honum. En þú ætlaði. Ég var alveg gerð, bara, ok, fuck, á ég skrifa það niður? Nei, ég man það, kem með hann. Ég næstu ég myndi gleyma fucking augunum að mér, það var ekki fast við mig. Ég kom allavega með glósundum mínar, en ég gleymdi bollanum, sorry. En þá verður að segja mér eitt, því nú er ég að horfa á. Við erum að fara að taka upp Final Destination þátt. Já. Þessar 5 myndir. Og ég sé að þú ert með einhverjar ritgerðir. Er þetta allt myndirnar? Nei, með, ein blaðsíða per mynd, kannski. Og svo smá aukaefni, Ein blaðsíða per mynd? Já, hvað? Ég sé að þú ert ekki undirbúin eins og ég. Hvað, þú kallast sjálf þig þáttastjórnanda, menn þetta er frekar sorglegt. Hvað? Ég er hættur að glósa eitthvað. En ég er samt skrifað nú, ég ætla að sýna það smá lista minn. Þetta er eins ég skrifaði. Ok, þetta er bara pínlítill noteslisti með svona 10 setningum. Já. All right. You take your job seriously. En ég er samt glaður að þú sett undirbúin. Ok, gott. Þá þarf ég ekkert vera eins undirbúin. Nei. Þetta er basically þátturinn meginn og þú ert þetta bara. Eitthvað spurði spurninga og flexa eitthvað cool. Þú ert hostinn, ég er co-hostinn. Ok. Svona meira. Í Final Destination. Já, ég er bara fengið aðra gæsti til mín, eins og Kíló. Hann kemur undirbúin með eitthvað svona behind the scenes info eitthvað. Já. Þú ert væntanlega með eitthvað. Ég er með alveg pínu behind the scenes dæmi. Það er gaman. Það er nefnilega gaman. True. Ok, hlutur ekki mitt er bara að láta ganga. Whatever. Ok, Final Destination. Já. 5 myndir. 5 myndir. Þú ert klálega aðdáandi. Ég bara elska kampi hryllismyndir. Ég dýrka kampi hryllismyndir. Ok, þú sett skilgrunum Final Destination sem kampi hryllismyndir. Já, fyrsta kannski eitthvað svona, þú veist, ekki alveg að kampi og þessar síðustu 3 minnstu kosti. En hún er basically slasher, ef þú pælir í því. Þetta er bara eitthvað úlingar sem verður að drepa eitthvað svona eitt af hvoru, þú veist, í röð. Nema bara að ósýnilegur morðingi. Já, basically. Vindurinn er morðingi. Stúpid myndir. Í alvöru, þú horfðir væntanlega á það núna áður en við tókum þau upp, ekki? Já. Það er alltaf vindurinn. Eitthvað að plugga, eitthvað svona ég ætla að henda þessum koll og þá kemur ólía og kveiknar í. Ég ætla að kveikja svona naglabissu hérna, þú veist, það er alltaf fucking vindurinn. Þannig að viltu meina að vindurinn sé morðingir? Basically, nei. Þú veist, þetta er eitthvað death's plan. Já, það er alltaf bara, ok, við erum bara að segja það upp á þetta death, bara eitthvað svona incorporeal dauðinn er að fiffa og pulling the strings. Algjörlega. En þá er ég líka með counter svona theory. Hver er að senda þeim þessar sýnir? Hver er að, þú veist, púla strengs í hina áttina? Af því, þú veist, eins og það var mín pæling, er þú veist, lífið að bara eitthvað svona, nei, ég ætla að senda þér svo sýnir af hvernig þú mynd deyja og bjarga þér og aftur að reyna að vara þig við að sé einhver, þú veist, dreipa. Þetta er ekki eitthvað sem að gerist, ok, I'm trying to make sense of shit. Já, það er svo gaman. Þú ert að pæla í þessu og það er gaman. Ég er bara svona, fer ég alltaf fucking þunga pælingar. Nei, en það er svo skemmtilegt. Af því þú ert þessu einfaldar, þetta er bara eins og kampi í eitthvað hryllismyndir. Já. Það er svona gaman að pæla aðeins dýpra. Pínu. Og ég er alveg sammálaður, ég hef aðeins hugsað út í þetta. Ég ætla fucking mynd, hvað var það, 4 eða eitthvað, svona versta myndin. Það var alltaf eitthvað svona skrifað, it's here.
it's here. Þegar gæin alltaf að fá sýnir aftur og aftur. Já. It's here. Hver að skrifa þetta? Hver að senda þessar sýnir í heiluna þér? En svo önnur pæling. Ok, segjum að þetta sé eitthvað svona gott afl sem að gefa þessu fólki þessar sýnir. Já. En það græðir ekkert á því. Nei, í raunin ekki. Þau deyja fucking öll í lokin. Þetta bara mest futile eitthvað, þú veist. Og í 5 myndir þetta afl búið að reyna thwart death, ég veit ekki hvað málið eiginlega, sko. En hérna, þetta skemmtilegt að fylgjast með þessu. En af hverju þetta skemmtilega myndir? Það svo, ég held að hluta þessi gorið og líka hvað eru bara fucking lélegar. Flestar. Ja, þeir finnst það lélegar. Þetta eru lélega myndir. Þú getur ekkert sagt þetta eru góða myndir. Objectively. Okay. Ég finnst fyrsta fín. Fyrsta er fín mynd. Já, fyrsta fín mynd. Og hún á svona ekstra næði stað, af því að þú veist, eins og ég hef kannski sagt í Scream-þættinum, ég var svona tween þegar þessar myndir eru að koma út, kringu 2000. Ég man hvar ég var, fyrst þegar ég sá þessa mynd, sko. Ég man ekki nákvæmlega hvar. Ég var í ammæli hjá annarkvort Antoni eða Orra, svo var með mér í bekk. Og ég man, við vorum inn í herbyggina og horfum þessa mynd, af því það var svo cool að sína hryllismyndir í ammælinu sínu. Já, bannaða mynd. Bannaða mynd, sko. Og ég man, ég gerði með okkur fíbli. Vinkona minn, hún ennþá stundum að bögga með Svanni, hi Svanni, alltaf eitthvað að segja, manstu þegar þú ert 12 ára og sagðir, byrju, that's a Carter, hvernig ég sagði Carter, þú veist, ég sagði ekki Carter, hún gerir greina mér, ég sagði Carter, that's Carter, we're a murderer, eins og maður gerir. En það er svona tæla sér rétt á. Þetta er svona, og, ég veit ekki, þetta er bara svona, þetta er, já, ég bara man alltaf eftir því hún var eitthvað að dissa mig fyrir að hafa sagt Carter. En þannig að Final Destination fyrsta á sérstakann staði þínu hjarta? Já, og Devon Sawa, ertu ekki að djóka, fyrir 12 ára stelpu, hann er svo mikið cute, pretty boy face. Og þetta er, ég sá þessa mynd, sko, og svo svipun tíma kemur út Idle Hands, sem er... Já, kom hann ekki ára undan? Ég held að Idle Hands hafa komið ára undan. 99 og svo 2000. En ég hef sannlega farið það ára á undan á Idle Hands, ég fór á hann í bíó. Ég var bara krakki, ég var kannski 10 ára, 11 ára, ég held að það var 10 ára því ég er fætt svo seint áranu. Og þú veist, ég hef aldrei farið á hryllismynd áður í bíó. Ég hef aldrei séð hryllismynd. Og við stálumst inn, skilur, þetta var eitthvað svona, þú veist, ég veit hún bönnuðinu 16, við fórum inn, það var hérna... Þetta er Idle Hands? Idle Hands, já. Og ég var svo hrædd, að fara út í hlé. Og ég fór ekki aftur inn á hann í hlé, ég fór að sá seinni helmingin af Big Daddy með Adam Sandler. Það er fyrirlutan Idle Hands. Já, og svo... Vá, þetta er gott, svolítið sérstætt þetta er nefnilega mjög slæmt kombo að því ég var eitthvað taugaáfall og setni partinn á Big Daddy held ég svo smenn. En líka Idle Hands, hún er þó er svona meiri grín horror, en fyrir 10 ára barn, hún er alveg frekar góð. Hún er líka með jumpscares og svona, þú veist, það er með, þú veist, eitthvað sem að Final Destination er ekki að vinna mikið með jumpscares. Ég reyndi að fíla það. 100% sko, ég bara, þetta er bara svo að því að þú veist, slassarar eru alltaf mikið jumpscares og svona, eitthvað uppspenntur, en spennan í þessum myndum kemur meira frá, skiluru, build-upinu af, þú veist, öllu litla draslinu sem er að klúðrast og maður getur fylgst með, þú veist, þessi skrúa er laus og þetta er að fara að losna og þetta er að fara að detta og þetta er að fara að kvikni, þú veist. Þetta er mögulega að fara að drepa. Já. Nei, það er þetta sem mögulega að drepa. Þetta er svo... En ég var svona, ánum fyrir meiri Final Destination, hvað er að spyrja þess í Devon Sawa? Hann leikur í Idle Hands, alveg þryggi, svo Final Destination. Og varst þú skotin á hans yngri? Já. Ok. Hann var alltaf líka, þú veist, Stan. Já, en manstu hvað þú sást hann fyrst? Ég held að það hafi verið Idle Hands. Ég er alveg með eina mynd í huga. Hvað er það? Mér minnir örugglega hann að leiki í henni. Hver? Og ég man að það voru margar eitthvað svona úlingstelpur sem eru svona skotnar í þeirri mynd. Ok, nú er spennt, hvað? Var hann ekki Kasper? Jú, hann var í Kasper! Ha? Já! Nanna. Er það ekki rétt sem er? Ekki? Ég held það. Er það ekki? Ok, nú verður ég að hann googla. ekki? Hann er draugur, þetta er draugur að vera... Jú! Hann verður, var ekki þannig, Kasper, það er fín mynd, Það er geðveik mynd. Já. Var það ekki Kasper að manni, Hann var að manni í smá stund í lokin. Og var það ekki Devon Sawa? Það var... Ég er að segja. Oh my god. Ég held að þetta, annars klippist þú slættur. Oh my god, þú er margir þessar mynd. Hvað ertu, Devon? Skoða bara Devon. Devon Sawa. Kasper on screen. Þannig að þá er ég að pæla
hvort að þú já, sem þá bara ung stelpa ég man að mér fannst það unglingur. fucking cute þegar, þú veist, ég elskaði Kasper þegar ekki og ég sá hana, þú veist, ég átt hann spólu og eitthvað, sko, og jú, hann er mjög cute guð, sko. En var það ekki bara í undir meðundinni hjá þér, svo sér það Idle Hands og þú sér En þú heyrir það, þú veist, ég finnst núna að fatta að þetta var Devon Sawa, það var enga veginn að glukkast einhvern veginn í meðvitundunum mínu. Nei, undir meðvitundin, freudist, já, pottið. Ok. Ég er með freudíska ást á Devon Sawa, 100%. Það var rétt fyrir þér. Er langt síðan þú sást Idle Hands? Mjög langt. Örgulega svona 7 ár eða eitthvað. Ég held ég hef ekki hort á hann aftur, þú veist, eftir að ég var traumatest sem barn af henni, já. Ok, ég var bara að pæla, ég hef einu pæling. Af því ég var svo skotur inn í manneski þeirri mynd. Það var ekki Devon Sawa. Nei, það var þá, þú veist, var það... Jessica Alba, ég var eitthvað Rosalie Dawson, nei, það var svona... Ég fór bara að pæla. Af því það voru þættur og Netflix sem ég og kærastan mér horfum á. Sem heitir The Hotter Half. Já. Það svo sem eitthvað svona drallþættir. Já. Mér stundu gaman horror rust. Ég veit ykkur finnst gaman að horror rust. Sérstaklega mér. Er það þú sem sækist eftir því? Guðni stoppar alltaf stað. Já, Guðni vil alltaf horfa bara eitthvað hrylling og ógeð. Já, eða sci-fi eða eitthvað. Ok, Hotter Half. Ég fór bara að pæla, þú mútti setja þau hlið við hlið. Það er ekki hægt að velja milli Jú, Jessica Alba. Nei, ertu búin að sjá Devon Sawa í Hunter x Hunter? Hann er svo mikið daddy. Já, nei, þú miskilur mig. Ég er að tala þú tækir Idle Hands svona. Já. Sem sagt, 99 útgáfuna. Ok. Af því Devon Sawa, hann eldist alveg. Ég veit. Jessica Alba eldist vel. Ég eldist líka og byrjast svona eldri gæjar ógeðslega hot. Hvað með það? En er hann ekki svolítið svona pínusjúskaður? Það er Já, það er partur af sjálfanum. For me, sko. Okay. It's the shabby old guy for me. Ok, hann er alveg cool. Ef að fara í Final Destination? Já, ef bara taka 1, 2, 3, 4, 5. Tökum það svona í röð? Já, við erum örugglega að fara að eyða mestum tíma í 1. Eða ekki? Eða ég veit ekki. Líklegast. Nei, það þarf ekki ennþá. Nei. Við reynum að taka þetta jafnt. Tökum þetta svona nokkuð veginn, það er kemur ljós. Já, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er ekki mikið eitthvað innihalds. Nei, það eru allar mjög svipar. Og við vorum búin að tala að við myndum svolítið velja okkur uppáhaldskill, hverju mynd. Það er sér skrifaði niður. Já, auðvitað. Já, og ég bara má ekki klika því. You did your homework. Já, og líka bara því að maður horfir að svona, ég þurfti að fresta þessu þætti, við ætlum að taka upp fyrir mánuð síðan eða eitthvað. Fresta honum milljón. Nei, bara eins. Muna mjög litlu ég þurfti að fresta aftur í dag því að Vaka var eitthvað svona pínu veik og ég eitthvað svona, nei, en svo gæti hún farið í leikskóla. Og við náðum þessu. Ok, en þannig þegar ég horfði á þær, því ég horfði svona bara back to back, þá verður þetta alveg smá grautur. 100% sko. Þú veist, þegar ég var að reyna að hugsa tilbaka, 4 og 5 verða bara einhvern særi grautur í hausnum á mér, sko. Það er bara núna því ég er svona tildalega nýbúin að horfa á þar aftur, að þá er ég svona, ok, já, ég man hver munurinn á þeim er. Af því að þú veist, þetta er alltaf sama setup. Það er protagonisti, það er love interest, og svo er einhverju vinir sem degi allar einhverju klassu. Og það er alltaf einn perri í hverju mynd, alltaf einhver svona ógíslegu fáiði, einhver svona perri, einhver svona, ég elska kynlíf, og það er karakterarki mitt, og ég bara, ok, þú deyrir fyrst þá. En er ekki partur af sjármann, eins og slassermyndir, bara yfir höfuð, ef við tökum bara svona hefðbundna slassermyndir, ertu hrifin það? Já, maður. Ok, þú fílar, þetta eru formúlamyndir. Ég veit það. En er ekki alltaf eitthvað svona, er þetta kallað eitthvað svona erkitýpur eða eitthvað svona? Jú. Þetta er svo standard karakterar einhvern veginn. Já, einmitt. Er það ekki partur af sjármann? Jú, það er partur af sjármann, en mér finnst alltaf gaman að sjá þegar það er gert pínkulítið meira með það, þú veist. En enga veginn, þú veist, þetta er bara þetta er svona popcornsmyndir sem ég horfi bara á því að, þú veist, að ég veit að það eru góri og þú veist, kannski pínu entertainment value í þeim, en enga veginn fyrir söguþráðin, sko. Það finnst gaman sem fólk deyja. Á skemmtilega það. Mér finnst það skemmtilega. En já, ég held líka að þessi karakter verðistundum eru að fá þetta til þess að manni finnst gaman að sjá þau deyja á fucked up hátt. Já. Ógeðslegan hátt, sko. Að þið segjum þess að myndi verða þannig. En mér þetta væntum þess að karaktera var ég minna pæli, oh my god, hvað mikið blóð og gór og bein og ógeð og meira eitthvað bara, fuck, nei, Jessica, hún var uppáldið mig. Þú veist, eitthvað svona. Þú myndi finna meira til með það. Já, sem er, já. En ef ímyndar þessar myndir, sem eru nákvæmlega eins, það væri bara standardmorðingi og hann bara skjóta alla. Það er fucking boring. Það væri nefnilega hundleðilega. Húkið við þessar myndir er, þú veist, allar þessar creative leiðir sem þau eru að drepast á. Já, þannig að það er sem ég er skemmt þessar myndir. Það er innihaldsefni í þessum myndum, skilur við. Það er eina sem, þú veist, trekkir mann af. Það er svona creative kills. Já. Hvor serien er skemmtilegri? Final Destination eða Saw? Ég hef ekki horft á einstu Saw mynd. Jú, ég horfði á Saw 1, örgulega það kom út,
og ég setti í gang einhverja svommynd daginn, ég var eitthvað að reyna, ég ætla að gera þetta bara, ég ætla að horfa bara á svommyndar og ég gat ekki komast gegn þetta, það er svo, þú veist, það finnst mér vera pínu, bara literally overkill. Ég svona of nasty kannski. Já, af því að þú veist, líka, hann meikar ekkert sens morðingi. Hann eitthvað, vera ógeðslega mikið með God complex, bara ég vil refsa þér fyrir það sem þú gerðir en ég er samt ekki morðingi, þú ert að gera sjálfur þetta, ég er ekki að mörða þig, bara, bro, nei. Þannig að þú myndir ekki alveg taka svo þátt með mér. Ég er ekki fan af svo, þú veist, ef þú myndir bjóða mér að koma í svo þátt og koma drull yfir þar, ég myndi alveg svona en það þyrftur að horfa á það. 8 myndir eitthvað, ég veit ekki hvort ég gæti, sko. Er þið líka? Held ég bara mjög leiðileg þáttur að hlusta mig vera, þetta er glata, þetta er leiðilegt. Það getur samt reynda að vera pínu skemmtilegt. Kannski, ef þú veist. Af því að svo myndir ekki merkilegar. Nei. Við dappur ég að spyrja, því það er líka svolítið svona creative kills. Ég var alveg svona, creative kills, ég vil til að horfa á þetta, en þú veist, nei, það er bara erfitt að horfa á það, sko. Þær eru líka miklu meira svona, þær eru miklu meira mean-spirited, heldur en Final Destination. Þetta er svona, þú veist, minnst þetta vera svona pínur svona kampi á þann hátt að við vitum alveg hvað er að gerast og við erum hafa gaman að því, skilur við. Við erum bara að djóka á þessum tímpúnti, skilur við. En það er ógeðslega fyndið samt, að mér finnst alveg áhugavert að við fýlum bæði hryllismyndir. Og við erum kannski að horfa á eitthvað algjört eins og í Final Destination, jú, þetta er eitthvað kampi, en suma þessum mörg morðin eða dauðanir eru ógeðslegir. Ok, það er nefnilega málið. En hvað er það skemmtilegt? Þetta er bara skemmtilegt að því maður veit þetta er ekki real, að því ég var að fletta upp eitthvað svona real life disasters og þú veist, sum af þessum byrjunaratriðum sem eru disasters, eru byggð á einhverjum hlutum og árið 1955 var kappakstur í Le Mans í Fraklandi sem að kappakstursatreið í mynd 4 er byggt á og ég sá stutta klippu af þessu og þetta er bara fucking terrifying. Þetta er bara, þú veist, debris að bara svona skjótast yfir fólk og ég fekk bara svona þú veist, það dóu 80 eitthvað manns að því, þú veist, og bara lýsingar af því að bara, þú veist, bíllinn fer það mikið í sundur að, þú veist, bonnetti er bara slicing people in half bara eins og hryllismynd. Bara eins og í fucking hryllismynd. Og maður sér bara einhvern veginn, þú veist, þetta þeytist það svo miklu hraða inn í mannmerðina og það eru börn og konur og maður sér, þú veist, og svo eru bílar á þessum tíma gerðir, þú veist, með magnesíumi, þannig að það var ekki hægt að slökkva eldinn, þú veist, hann bara brann í marga tíma, ef þú reynir að setja vatn á þetta, bara brennur eldur meira. Já, bara magnast. Bara magnast þau. Og þetta er bara ógeðslega terrifying. Þannig, þú veist, mér finnst svona disasters hræðilegt, þú veist, ég horfði nýverið á Titanic aftur og ég bara, þú veist, það hræðilega mikill disaster, þú veist, ekki að pæla í ástarsögunni eitthvað, bara guð mig góður, dóu svo margir, hvað er hræðilegt. Fullt af manns. Fullt af fólk sem dæri og bara, þú veist, drukk, þú veist, ég bara, nei, mér finnst ekki gaman, þú veist, einhvern veginn að fólk geti dáið í alvörunni á svona hræðilegan hátt, en í svona fantastikal útsetningu, þá, þú veist, þetta er eitthvað svona sem er að gefa manni pínu release á einhverju, þú veist, ég veit ekki, einhverju svona subconscious tilfinningum með eitthvað, þú veist, bara stundum er gaman að sjá fólk deyja, ég veit ekki af því að maður veit þetta er ekki alveg, þú veist þetta er fake, ekki, nei, ef ég er að horfa mynd, þú veist, það sem á að vera supposedly snuffmynd, mist það óþægilegt, skilur já, ég veit þessi leiki, skilur en eins og hérna, ég horfa á einhver mynd, hvað heitir hún? Unfriended Dark Web, ég horfa á hana ég horfa á megnið af henni, en þú veist, það er eitthvað svona vídeo af eitthvað svona snuffmyndum og mér finnst það bara svona, nei, þú veist, ekki þú veist, það, já, ég veit ekki hverju munur en það bara eitthvað svona, þú veist, þetta er svo ógeðslega kartúni. Og svo er líka spurning, eins og þú veist tala um með karakterina, ef þessar myndir væri byggður upp þannig að það væri bara eitthvað brjálu persónusköpun og bara því líka svona þrífiði karakterar, að þá kannski hefur ekkert eins gaman að morðsenunum. Nei, það er nefnilega, þú veist, dauðin er alltaf bara svona, maður er alltaf svona, eitthvað, þú veist, það er bara svo, það er eitthvað svo sem að, mér finnst gaman, skemmtilegt. Og svo líka svo tala það losna eitthvað skrúa. Við fáum alltaf að fylgja þetta með ferlinu. Maður er bara svona, það var þetta, nei, þetta. Hann er ekki að deyja því að ljósið þetta á hann. Nei, hann er bara að deyja út af þessu. Þannig að partur af gamannu er stundum líka, að reyna að vera undan kvikmyndinni. Er það ekki bara það sem trekkir mann að þessum myndum? Jú, öll þessi Rube Goldberg devices, það sem er bara eitthvað, þetta, nei, ólíklegt, býtu kannski þetta, já, en hvernig virkar þetta þá með, þú veist, þetta er, já.
Svo allt í einu labbar eitt karakter, eins og ég í myndinni, labbar kannski bara út af einhverju hárgræslustofu, fær bara stein í auga. Einmitt, það var svo mikið fucking, já, förum í það þegar við förum í þá mynd, sko. Já, ég samt fílaði það, af því að það var óvænt. 100%. Ok. En já. Förum aðeins fyrstu myndina. Devon Sawa. Já. Kemur út árið 2000. Einmitt. Pre-9/11, annars er þessi mynd aldrei gerð. Nei, nákvæmlega, alltaf flugslis í byrjuninni. Aha. Og það er eitt sem ég man alltaf eftir í saman þessu mynd. Ég fílaði hana strax því ég sá hana. Það eru 2 extra-skóra sem gera hana. Já, þetta átti upprunalega að vera X-Files-þáttur. Já. Ég hef las það. Já. Og það hefði mega sens. Að Mulder og Scully hefði komið og rannsaka eitthvað svona skrítinn döðdaga eða eitthvað. These people are dying in order. Já. That's so weird. Já. Og þannig að ég tengi þessu mynd oft við þá. Ég elska X-Files. Já, þá voru fólki sem skrifar þá mynd eru X-Files-ræðarar. Já, Glenn Morgan og James Wong. Já, James Wong, ekki James Wan. Nei, ég veist það. Já, fyrir þá sem er að hlusta, kannski þekki það ekki. Þetta er svipunöfn. Og Jeffrey, heitir ekki Jeffrey Reddick? Hann heitir svo mikið sem... Það er svona upprunalega hugmyndi var frá... Jeffrey Reddick. Já. Mér minnir, ég er ekki 100%, mér minnir að hans er líka X-Files gæi. Ok, það getur verið. Allan Glenn Morgan og James Wan. Hann er svona creator af þessari seríu. Já. Pældi líka í því. Bara að það er búið að gera 5 myndir. Það bara tikka alltaf í kassinni honum. Nei, ég menna þó kom ekki nátt þessu. Þetta er svo sokaðinir. Já. Þeir eru ennþá að fá bara peninga. Ok, þannig að þessi mynd kemur út árið 2000 fyrir 9/11. Þú manst þú sást hana fyrst og þér fannst hún Mér finnst góð, já. Spennandi. Mér finnst hún alveg spennandi. Hún er það alveg, sko. En hún er gallar á henni, sko. Það er svo margt sem maður er bara svona Hvað er með það? Hvað er, þú veist Nei, ok. Eitthvað þetta er hug. Meinar eitthvað aðsnaldi með það? Nei, þú veist, ok, það er hérna, eftir lestar hérna atriðið, þá eru Carter og hún Clear Rivers og Alex, eitthvað, blandið það, hana, og svo kemur bara svona, hann er búinn að deyja, hvað er hann, hana? Sean William Scott, já. Og svo standaði bara hana, og Carter er bara eitthvað, let's get the fuck out of here, og það bara hlauburstu, og sen hann bara svona feit og blakk, og maður bara, hvað, ok. Hvert hvað var hann líki líka já, hvað gerðist svo þú veist, svo kemur bara eitthvað svona 2 weeks later eða eitthvað og ég bara ok, glötu litla enda senu og þá var hann byrjað að loka sinni þá var hann byrjað að loka sinni alveg ég verð að segja eitt strax fyrir þá sem er að hlusta ef þið heyri eitthvað svona í róki eitthvað það er óveður úti þið verður bara að höndla það því ég verð að hafa aðeins opið gluggan svo við nanna deyjum ekki inn ok, já, þannig að það eru gallar í henni en mér finnst það svona, það eru smáatir sem er svo tónlist er töff. Já, einmitt. Tónlist svona, það er hárrétt. Insidious tónlist svona undir svo ég segi það ekki. Já, bara lýsingurorðið Insidious tónlist. Nei, ekki svo myndin. Ekki bíómyndin. Nei, lýsingurorðið. Já, ná bara það. Lýsingurorðið. Ég skil. Og það er eitthvað svona dredd í tónlist. 100%. Og það er svo mikið líka að reyna að hamra á því að hann sé svo ógeðslega superstitious og hann, þú veist, hann eitthvað horfir þetta er eitthvað spooky og já, flugvélin eitthvað spooky, maður bara ok, það er ekkert aðan vinur, kalla minn, þetta er alltaf góði, þú veist, slakað á hann er svo sjúklega suspicious og hann bara, John Denver died in a plane crash eitthvað, þú veist, maður er bara, ok ekki skil, þú ert mjög stressað típa alveg mjög, sko þannig að hann fær þess að sín premonition, sem við veitum ekki hvort það koma frá Guði eða einhverjum það er aldrei útskýr það er líka, ef þeir eru reynda að útskýra það who the fuck cares, það er bara, ég myndi reynda að útskýra, þú verður bara svona þetta er fárálega bara allt í nú Vatikaninn kom með eitthvað, oh no, we gotta get this guy Vatikaninn nei, þú veist, hefðu geta gert okkur stúpid mynd ef þau hefðu reynda að útskýra það alveg það hefur verið hræðilegt, þannig þeir eru klárar að gera það ekki og bara sem premise, þá er þetta bara svona já, þetta er alveg cool en svo ekki hugsa með sér og þeir gera eina mynd ætla að gera bara aðra mynd sem er alveg eins og svo aðra mynd sem er alveg eins þetta er ótrúlega þeir gera náttúrulega sömu myndina aftur en þeir breyta alltaf eitthvað pingu litlu það er alltaf pingu på þessu oh, we're doing it in reverse order eða bara, það var að tekna myndir við sjáum á myndunum ég er eitthvað að fíla það ok, það er samt í þriðmyndir, förum við það eftir ok, kasti í þessar mynd þetta er sátt með þau já, ég er sátt með þau hvernig fíla þú Ali Larter? Heitir hún ekki Ali Larter? Jú, hún heitir Ali Larter mér finnst hún bara svona 90s típa og ég hef ekkert út af hana að setja sko. Þú er bara svona hlutlaus gagn hún er pínu cool, þú veist, karakter hana en svo skrítin, ég var eitthvað að pæla í þú veist, mynd 1 er hún bara svona eitthvað algjör eitthvað svona, ég er svo vil hippi les Henry James bækur á flugvillinu hún bara ekki cool og eitthvað og svo í mynd 2 er hún bara I don't have time for this bullshit og er bara svona ógeðslega köld og bara
þú veist, við ætlum bara sigrast á fucking döðunum og ekki vera að reykja svo, eitthvað, þú veist, bara ógeðslega mikið tough guy, eitthvað. Henni til varnar. Já, ég veit það. Og bara að vera inni á... Já, inn á gæteldalega heilengi, þú veist, besta mál að vera pínu nájuð og Pínu skrítin eitthvað það. Já, en bara svo gaman, þú veist, að hún verði þannig karakter sé ekki lengur eitthvað, I made this piece of art, it's you, eitthvað, it's how I feel about you. Einmitt, hún var svo leiðileg karakter í fyrstu myndinni. Hver uppáhaldskarakterinn í fyrstu myndinni? Alex. Er það ekki? Ég veit ekki. Ég hef með softspot fyrir sko hann Sean William Scott að hann alltaf ekki Carly, you dick. Ég elskar það. Já. En, jú. Hvarf sá leikari. Já, hann var þarna í Goon fyrir, þú veist, 10 ára með eitthvað. Já, ég veit, hún er bara, maður hugsa hana sem nýjastu myndin hans, en hún er auðvitað með 10 ára gömul. Já, hún er alveg gömul. Hvað var það? Hann bara hvarf. Hann var hérna í American Pie myndunum, já, það ekki. Jú, hann var frægur þær. En já, ég veit ekki, en já, bara Alex, jú, hann er fín. Ég var ekki eitthvað mikið, hver uppáhald karakter, innantómi karakterar. Ok, þetta getur verið líka bara eitthvað svona yfirbóðskennt, á hverju fílar eitthvað. Já, einmitt, Alex Browning, hann er svo cute, að Devon Sawa, we love him. Ég er undirbúin þess að það mun koma karakter í seinni myndunum. Sem ég er bara svona, ég fíla þessa mest, bara því ég skutt mín. Já, það er eitthvað valið. Þú mátt alveg velja eitthvað sem er eitthvað svona handsome og þú veist, maður bara skotin í, já, bestamál. Þannig að bara, ég er undirbúin, ég er sá fræðin núna. Þessar myndir er líka bara við erum fallegt fólk og við deyjum, skilur við, þannig að þú veist, það er ekkit mikið að ljóta fólki. Þetta er ekki dýpra það. Þetta ekki, sko. Nei. Mér þykir smá væntum, og það er ákveðin tenging sem ég hef við þessa konu, ekki persónulega, við kennarann. Já, ok. Ástæðan fyrir því, hún lék í þáttum, geimþáttum, sem ég varst mjög skemmtlegir, sem hétu Space Above and Beyond, eða eitthvað slúðis. Ég man ekki alveg hvað er þetta. Hún lék í þeim. Ok. Og já, svo skotin hann er líka sem tíma. Ok. Rose-Huffy. Þannig að, nú er ég breytt í Perra Hafstein. En já, mér finnst hún skemmtileg, en hún og líka, og ég ætla bara að segja það strax núna, hún og líka minn uppáhaldsdauða í fyrstu mynd. Er það? Já. Oh my god. Hnífurinn í gegnum. Er það? Vá, ég gæti ekki verið meira ósamlega þær. Er það ekki? Nei, þessi. Hver er uppáhaldsdauða þín fyrstu? Terry og rútan, sko. Af því að þessi rúta og þetta atrið, þetta er bara, þú veist, þetta hafði pínum bara svona áhrif á restin af svona komandi kvikmyndir. Af því að þetta er svo mikið sjokk og þú veist, þetta, ég sé stundu bara svona á framing, ég hugsa, ok, þetta er fullkomið framing fyrir rútukill og svo stundu gerist það. Ég er ekki að djóka, þetta er bara, þú veist, Mean Girls gerða nákvæmlega sama, nei, rúta. Þetta er svo vel gert og vissir þú að þetta var testskrínað, fólk var svo miklu sjokki eftir þetta að það var sett inn auka 40 sekundar sena af þeim að fá sér alkasælsel bara svo fólk geti náðu hérslættinu niður. Það var svo miklu sjokki. Já, það var bara, það testskrínda og fólk bara var svo miklu sjokki, gátt ekki fylgst með samtalið sem kom beint eftir á. Þannig að þau settu inn eitthvað pingu litla senu af þeim tveimur og fá sér alkasælsel og hann að ringja hana eða hún að ringja hana eitthvað. Bara svo fólk geti chilla af því það var allir svo miklu áfall eftir þetta. Þetta var basically bara smá svona bríðir fyrir fólk eftir atriði. Bara þú vilt brá mér og þú vilt þetta sjokkandi, þú veist, bara ok, andaði og svo byrjum við senur svo þú getur meðtekið upplýsingar. Það er mjög áhugavert. Það er mjög áhugavert, sko. Eitt sem þetta er sem nokkuð spyrjaði á því, ég held að við ekki tala um þetta. Ég var rætt þetta aðeins í þessu þætti, í podcastunni, í sambandi við hryllismyndir. Okay. Eins og til dæmis Exorcist, þegar hún kom út. Bara fólk er ælandi eða hlaupandi út úr kvikmyndasalnum og veit ekki hvað og hvað. Heldur að vera hægt að gera þannig mynd í dag? Sem er það sjokkanandi að fólk sé ælandi og Já, erum við ekki orðin bara svo desensitized gagnvart kvikmynd og ofbeldi? Jú. Sérðu fyrir að þú farið í bíó okkar af hryllismynd? Ok, fyrir það fyrsta, ef einhver myndi, þú veist, þetta er náttúrulega orðið svolítið markasetningaratri líka nú og ég hugsa á sínum tíma að þetta með einhver fekk hjartaáfall á Exorcist eða eitthvað, það hefur pínu verið markasetning. Meira bara lygi. Gætilega hafa verið ýkt eða eitthvað, þú veist, það getur vel verið einhver að fengi hjartaáfall eitthvað, en þú veist, ef einhver myndi segja mér í dag bara, þú veist, fólk fer á þessa mynd í bíó og því líður svo illa þar að labba út eða bara, þú veist, sem maður heyrir alveg með eitthvað svona óþægilega Lars von Trier myndir að fólk á kann sé bara að fara á salnum að því það er svo miðsbúið, ég tel það ekki alveg með, en já, stundum myndi ég halda að væri sölutrykk, en ég held að sé ekki auðvelt að gera, því þú veist,
þú ert ekkert að fara í bíó á hryllingsmynd sem út búin að sjá markasetninguna fyrir nema þú sért horrorfan og tilbúin fyrir þetta, held ég. Já, þú veist ákveðat vonar. Já. Það góð punktur. Þú veist, ég að hugsa þú veist, hvað eitthvað svona, hvað hryllilegasta hryllingsmynd sem ég hef séð upp á síðkastið, svona undanfarin ár, kannski 2-3 ár, að Hereditary. Sammála. Þú veist, mér finnst þú svo ógeðslega skeri, en ég myndi samt ekki fara út úr bíó, eða gubba, eða þú veist, eitthvað. Nei, það er líka stórmunur á því að eins og hún er svo svakalt gut punch mynd. Mitt. En, eins og þú segir, maður kannski er ekki ælandi eða hlaupandi út úr salnum. Mér finnst þetta svo ekki strím og eins og með markasendingu, ég veit til maður lesi eitthvað svona greinar eða eitthvað svona gömul anecdotes eitthvað svona, þá er ég alltaf bara eitthvað, er það að segja satt? Já, einmitt. Hvar ertu með heimild fyrir þessu? Þú veist, vitnaði heimildir, það kemur alltaf svona listicle á BuzzFeed, eitthvað svona, þú veist, 7 cursed movies sem að þú veist, aldrei neitt að vitna einhverja heimildir, þetta er alltaf bara sögursögnir og eitthvað. En svo kannski getum við líka sett sig í þau spór að eins og 73, það var ekkert, í dag eru við að fá svo mikið eitthvað hryllismyndum og það er ég held að Exorcist sé að koma út á öðrum tíma, annað andrúmsloft heldur en þú veist í dag, sko. Þú veist, það er bara hryllingsmenning og Exorcist var líka bara svona virt mynd, skilur við, sem bara, þú veist, hún ekki tilnefnd til Óskarsverðlauna og eitthvað, þú veist. Ég man það ekki. Allavega, hún er svona, þú veist, hún er svona meira kvikmyndaverk, hún er ekki eitthvað svona genre, þú veist, choppy. Nei, þetta er ekki eitthvað B-mynd. Nei, einmitt, eitthvað exploitative neitt, sko. Og eins og með hann líka með barn í alveg, í rauninni, eða svona í stóru hlutur, og hún er alveg ógeðsleg. Verulega. Ég myndi að sjá hann einmitt 73 í bíó, þú varst ekki með interneti, þú gast ekkert undirbúið þannig fyrir hana. Nei, að sjá hvað hausin á einhverju barni snúast í hringi og hún er að blóta og eitthvað, þú veist, til að fólk hafi vel verið fyrir sjokkara. Og bara eitthvað andlitið og svona. Allavega, ég fór bara að hugsa þetta af því að þú veist að tala um að fólki sem fór á testscreening á Final Destination hefði þurft brýðir. Já. Þú veist, það er mjög áhugavert. Já, eða þú veist, allavega að, þú veist, framleiðinu bara ok, við þurfum aðeins að því að þú veist, þau eru ekki að meðtaka upplýsingar sem við erum að setja inn í næsta atriði, við þurfum að bæta einhverju smá hérna inn til þess að... Já, það, mér finnst það áhugavert og mér finnst alltaf gaman að heyra eitthvað svona inside info og ég vissi þetta ekki, sko. Nei. Ok, ertu með eitthvað meira svona trivia? Fyrstu myndina? Fyrstu myndina. Ég vil ekki drullu skriftinni hérna, en... Ég er með frábæra skrift, það því ég veit það. Varst að drífa það bara? Hættu, ég er með fína skrift, hættu kjafti. Herðu, ok, nei, ég er ekki með meira trivia, en hvað finnst þér karakterinn hans Tony Todd? Góð spurning. Ég elska Tony Todd. Ég elska Tony Todd. En ég elska hann ekki út af Candyman. Akkur elskar það Tony Todd? Elskar hann út af Final Destination? Nei. Hvað þá? Ég elskar hann út af einum mynd, þar sem hann er aukalutur í. En hann er bara svo skemmtlur í henni og hann er einn á vondukottunum. Hann leikur í The Rock. Ok. Með Connery og Nicolas Cage. Já. Hann er einn af ekki stríðsmönnum, hermönnum fyrir sem vinnur undir Ed Harris. Ok. Og er hann með eitthvað skemmtilega línur og eitthvað? Já, hann er bara svalur. Vondur og svalur. Hann er svo cool. Geggjarætt. Ég elskar hann Candyman. Ég hef aldrei verið mikil Candyman maður. Er það svo nýju? Já, en þú veist, ég horfði bara á gamlu fyrir, skilur, kannski 2-3 árum síðan og ég var svona, þú veist, góð mynd í rauninni, en ég er ekki sérstaklega Candyman aðdæðandi, en já, ég sá nýju. Ekki góð? Af því ég fíla gæðis leikur aðtökið þeirra mynd. Veist það flott? Já, fín leikari, þú veist, fínu leikarar. En ekkert spes. Nei, ok. Ég var pínur hrættur það. Hún er pínur svona, bara svona margir skrifuð þessa mynd og ég sé það. Og margir kokkar eldur svona. Já. Það er ekki gott. Ok. Yes, en hérna já, svo var ég með bara punktum að þetta, þú veist, það er svo oft sem er slís, eru bara þeim sjálfum að kenna. Pínu, einhver, þú veist, rífur eitthvað þetta og þá bara, þú veist, þetta gerist og, en já, þarna, meira í fyrstu myndinni dauðin vera svona að fiffa og gera, og maður sér hann á skugga koma. Já, einmitt, var það ekki að meira ábyrgð í fyrstu heldur en í seinni? Jú, í seinni myndinum er það bara vindurinn, en svo þarna er það eitthvað skuggi. Já, það er eins og sé eitthvað svona presence, eitthvað svona, já. Og í fyrsta, hérna, þegar Todd vinnur hans deyr, hann er inn á baðinu og það kemur vatn úr klóstinu, læðist eitthvað, en svo þegar hann er dáinn, bæði akkur gæti hann ekki bara staðið, baðgrafnu, whatever. Þú veist, staðu upp, hvað er minn? En já. Var hann ekki eitthvað renn í baðgrafnu? Jú, en þú veist, ég var alveg renn í baðgrafnu, hérna. Ok. En já, svo þegar hann er dauður, þá rennur vatnið svona tilbaka. Alveg rétt. En svo þessi covering its tracks,
Þetta gerist aldrei aftur. Nei, alveg rétt. Allri mynda, þú veist, allum bálknum, skilurðu. En það bara eitthvað. Ég fílaði það samt. Það hefði verið svo skemmtilegt, þú veist, þá er þetta meira presence, þá er þetta meira eitthvað sentient being sem að fokka í öllu. Já. Ef það væri meira bara eitthvað, ég ætla að losa þessu skrúfu, gera þetta, en svo ætla ég að herða hann aftur, þú veist. Já, af því að annars er þetta meira, eins og, ég veist að ég búin að gleyma þessu, af því að annars er þetta meira bara svona röð tilviljana. Já, að þú dóst. Já. En þannig er þetta eitthvað að reyna að drepa. Já, og reyna að láta þetta lítið út fyrir sjálfsmorð kannski. Já. Af því að þú veist, það er alltaf, he killed himself, eitthvað bara, þetta er sjálfsmorð. En einhvern veginn, ef það hefði verið vatn á gólfinu, samt hver er að fara að sjá þetta wow, freak accident. Já, það myndi alltaf enginn koma eitthvað svona, herðu, þetta var eitthvað dauðinn sem var eftir hann. Ég ætla að púla smá Aragorn, hérna er vatn, hér svona, þeir fóru hingað, þetta gerðist, og svo gerði, þú veist, nei, það er enginn að fara að fatta það, kallar minn, þú ert ekki að þurrku vatni eftir þig. Enginn, það er enginn að fara að bæla því. Nei, ég held ekki. En svo er henni í myndinni, við höfum alltaf ekki sagt hvað eru, eða það? Okay, hver er að horfa eða hlusta á fælindastar í þessum þátt án þess að hafa séð eina einustu mynd. Þú þarfst ekki að segja allar, þú þarfst að vita hvað premissið er. Já, en þær eru basically allar um það. Það eru allar sama. Það gerist disaster, einhver færi vision það í augunum sínu, lifa af og svo deyja hvað sem er. Já. Í bara svona einhverju röð. Svo dauðin reyna að leiðrétta það að þau skulle sleppa. Þú slappst til að fucking ná þér. Og þetta er ekki bara sögurþráðurinn í fyrstu. Ekki bara sögurþráðurinn nr. 2. Öllum myndum. En það er pingu pons og lítil tvist í hverja einustu mynd sem er eitthvað svona, það gerist öðruröð, eða við erum með myndir sem er að benda okkur á hvernig munudegja, eða eins og í 5. 5 var með skemmtilegasta tvisti, sko. Var það ekki þannig að þú getur drepið eitthvað? Já, hann vildi meina það, Discount Tom Cruise vildi meina það að maður gæti drepið eitthvað og þá ertu búin að núlstilla röðina. En þú veist, svo koma ég er að gleyma, nei, ég er að ruggla þessu fucking myndum nei, það er í 4. myndinni sem er gæinn sem er eitthvað bara I've been trying to kill myself all day, it's not working já. Hvernig ætti það? Já ok anyway, en já, ok, þú þitt uppáhaldskiller hérna kennarinn já, sem hérna vodkin þetta springur hálsnáinni kviknar í öllu hún dettur á gólfið, næðir sér í handklæði og þá fer hérna onni, hann reynir að bjarga henni einhvern veginn, minnst þetta svo, já. Það sem ég fílaði við þetta að hún er svolítið lengi að deyja. Hún er mjög lengi að deyja. Já, og ég er ekki að segja að ég vil að sjá hana þjást svona mikið, en ég var bara eitthvað svona, þetta er ógeðslegt og þetta morð, það má kalla þetta morð, eða þetta slís, eða þessi dauðdagi, hann satt svo í mér. Já. Alveg mörg ár. Einmitt, þetta er það sem að mann pínu eftir, sko. Já, allavega ég persónulega, því mér fannst svo eftirminnu svipurinn af henni. Af því hún fær glerbrot í hálsinn, byrjar bara að blæða og það er alveg svolítið grafík. Hún lappar eitthvað og kviknar eitthvað í blóðslóðin eitthvað. Nei, vodkaslóðinu, sko. Og já, vodkaslóðinni og hún dettur eitthvað, rennur í blóðinu, ég man þetta rétt, dettur eitthvað svona niður, svo hún er að ná eitthvað svona viskustykki eða eitthvað og hún á hnífarekka, tekur í það og þá er náttúrulega að taka hnífana niður og svo stingst eitt hnífur, stór svona kjötnýfur í henni. Ég man ennþá eftir svipnum á henni. Wow. Já, mér fannst það svo eftirminnlegur. Þess vegna upp á skilum mitt. Okay. En svo skrifaði ég líka, ég ætla að segja hvað ég skrifaði líka, því ég punktaði ekki mikið á mér. Nei, sá það. Ok, Final Destination. Kennarinn deyr upp á skilum mitt. Svo skrifaði ég hérna innan gæsalappa. Nei, ekki innan gæsalappa, innan sögja. Hey Alex, ekki snerta hnífinn. Nákvæm fuckinglega elsku vinu minn hann kemur að reyna að bjarga henni, hann leipir aftur á húsinu þar liggur hún bara, hún var samt ekki alveg dáin nei, svo, þú veist, hann kemur inn svo fyrir sér stóllöð eftir hann þrýstum hífnum lengra inn það er basically að því að hann var að trubla eitthvað að fokka í hann var að koma og hann sér hann að hníf og lág bóla kafi henni já, hvað, þú veist hann tekur utan hníf þú veist, fyrir það fyrsta, fingraför þú veist að Agent Shrek í FBI, minnst brjálaslega finna það Agent Shrek, en já hann er suspicious as fuck af þér þú þarf bara að taka hnífinn það, stúpid, fingraför, ok? Já, það er svo þú drepið hana Númer tvö ef það er einhvern tímann að þú færð aðskotarhlut inn í þig ekki taka hann, af því þá ertu bara að opna æðina og hún blæðir meira þú veist, hann er allavega occluding the artery pínu, þú veist þarna það er rent over
En af hverju er það svona algengt í bíómyndum? Ég veit það ekki. Maður er bara eitthvað svona, Ok, af ég hverju ætla ekki, kemur við morðvopn? Af hverju tekur þú byssunu? ég ætla ekki að segja að ég myndi eitthvað mann koma inn á sliðstað, þú veist, ok, kannski ekki ég, en fólk kannski í panikki, bara eitthvað, ég þarf að bjarga, ég þarf að hjálpa, ég vil taka hnífurinn slæmur, ég vil taka henni burtu, þú veist. Kannski, en, I don't know. Þú veist, ég hef aldrei lent í svona aðstæðum. Vonum við þurfum ekki að lenda í svona aðstæðum. Nei, vonandi ekki. En ég hugsta alltaf, eða þá að sést kannski einhver byssa sem var morðvopn í einhverju máli og kemur einhver og tekur upp byssur, maður bara svona, hvað er það að gera? Já, ef þú ætlar að reyna að verja þig, já, taktu byssuna, en ekki. Nei, ég er ekkert þannig, eins og í þess aðri, Já, bara hvað. hann var ekkert í hættu þannig séð. Nei. Æ, mér varst það svo fyndið eitthvað. Þannig ég puntaði neyra mér, Já. ekki snerta hnífinn. Ekki snerta morðvopn, krakkar, ef þið komið að morði, ekki koma við morðvopnið. Ok, Og morðvopnið. ef þið ætlaði að myrða einhvern, komið við morðvopnið, ekki ef þið ætlaði ekki að myrða einhvern. Ok, Ok, við veitum þetta. góða punktur. All right. Byrjum við, er ég með eitthvað meira? Mér finnst mjög skemmtilegt að sjá Billy Það var í mækinn. fyrir gefðu. Það heyrist Skoða mikið. glósuna mínu. Já, skoða glósnar og hafa mækinn. Já, þegar hausinn á hann er svona fyrir Sorry, Nanna. Ég er að pæla að loka glugganum. Það heyrist Þetta var- ógeðslega mikið í. Ok, þið gerðu það. En þá deyjum við kannski. Akkur deyju við? Það var svo heitt. Úr CO2 poisoning. Ok, en haldum að tala. Ég ætla ekki að klippa það á því. Ætlarðu ekki að klippa? Nei, ég ætla að standa bara upp og loka glugganum. Ok, en half decappið hans Billy, það er mjög flott. Svo fannst mér ógeðslega stúpid að hann flýr lögguna svo sett á kajak á einu tímabúti. Löggunar hlaupa eftir hann fer hún í eitthvað svona kanú, kajak, ræri burtu og þeir eru eitthvað, Alex! Alveg rétt. Það er furðulegasta svona mode of transportation í löggu chasing. En, vissið þú að þessi mynd var með annan upprunalegan endi heldur en það sem hún er með? Upprunalega Vissi það ekki. átti Alex að deyja við bílskúrin, bara það sem hann er að reyna að bjarga Clear Rivers. Hann hefði dáið þar og þá var búið að klippa líka burtu senur þar sem að þau eru við þarna vatnið, eiga cozy ástarstund saman og sama tíma eitthvað svona, og svo þú veist þegar hann deyr síðan og hún eignast barn eftir hann og þá er þetta eitthvað svona life. Já, þetta er original ending. Clear Rivers verður ólétt eftir hann og verður teen mom og hérna á barn og það er eitthvað svona birth, þú veist, einhver Býttu, hefðu þið fengið að sjá það í myndinni? Þegar hún fæðir? Nei, þú veist, bara barnið að fæðast, hún að fá drengin í hendunar, þú veist, og þá er það eitthvað svona birth er að, þú veist, nýtt líf er að nullera dauðan, eitthvað. Já. Þú veist, sem er eitthvað svona sem þau fara lengra með í númer 2, einmitt, já. En þetta var bara að testa illa og þau, svona, tóku nýjan endi. En þau basically, já, herru, bara spoiler alert fyrir alla sælendastri Whoops! Úps, aðeins að segja. En eins og með það í fyrstu myndinni, þau deyja öll. Nei. 6 mánuðir það er 2 eftir. Nei, 3 eftir farið, 3, sko, Clear, Alex og Carter farið til Parísar 6 mánuðir setna. En Carter deyr? Já, ok, við kannski sjáum hann í beint deyja, en hann samt deyr. Við vitum í mynd nummer 2, já, Carter deyr í alveg lokin, blá lokin á mynd nummer 1 og svo mynd nummer 2 kemur ljós að Alex dó í einhverju öðru freak accident. En af hverju þær dauðin einhverju 6 mánuða pásu? Já, en það er oft í þessum myndum. Hann að fara til Kanaríu eitthvað til að bara í 6 mánuði? En hann takk sér frí. This was a lot, bara eitthvað, þú veist, ég þarf að taka með smá pásu. Byrja upp á nýtt eftir halvt ári, ég ætla að leiða maður að fá smá svona The Killer is actually dead, nema svo kemur hann aftur. En þetta er alveg í 3-4 myndum. Gefa það smá pásu í lokin, þau haldið þessi búið, fá smá grace period, but no. Svo kemur, nei. Þú getur ekki flúið dauða. Nákvæmlega. Ok, ertu með eitthvað meira fyrir fyrstu eða fara aðeins 2? Nei, ég er búin með fyrstu. Ok, þegar þú séð síðan 2, kemur hann ekki bara, 2002, fyrir ekki 2003, mást það? Getur ekki spurt með því, ég veit ekki. Þú þekkir fyrir Ég er ekki búin að gera það mikla heima með hennu, sko. Ok, skiptu ekki máli. Hún kemur út, mannstu þú sást hana? Já. Varstu spennt? Nei, ég man ekki því hvernig ég sá hana, sko. En varstu spennt að sjá hana? Já. En þú fílaði fyrstu? Ég er alltaf spennt að sjá hryllismyndir, sko. Svo hún kemur 2003. 2003, ok. Já, nei, ég held nefnilega að ég hef ekki séð mynd nummer 2, ég held ég við séð mynd nummer 3 og kannski 4 og ég hef einhvern veginn eftir að sjá mynd nummer 2. En já, þú sást það ekki rétt í röð? Ég man það ekki, þú veist, það er svo allar svipar, ég man það ekki alveg hvað röðið sá það, ég er ekki veist sem ég held ég hef ekki farað hann í bíó. Ok. Ég var ennþá svolítið ung þarna, sko. Ég fór á 2, 3 og 5 í bíó. Ok, já. Ég myndi þig, nei og 4 líka.
Ég fór á allar nema fyrstu. Ok, ég man eftir að hafa farið á 5. í bíó, að ég, þú veist, nýrsildismynd eitthvað, ég eigum hann Þú var að kíkja með mér á hana. Það er bara, djúvillin, nenni því. Ok, númer 2. Jöp. Hún byrjar með látum. Hún byrjar með látum. Þetta er uppáhaldsdisastrið minn af öllum 5. Er þetta uppáhalds uppáhaldsatriðið? Highway scene, frábær sinna, uppáhalds opening atriðið mitt. Uppáhalds premonition. Ég held sko, áður en ég horfði aftur að þér, og ef þú spurt mig hvað er uppáhalds introðið, þá hefði ég sett nummer 2. Svo var alveg lúmst gaman í 5. Brúin. Meðist það vera mest fyrir getabúl nefnilega. Það? Ég var alltaf ekki, ok, ég man það rússipanni, ég man það motorway, flugvélin, og svo er alltaf bara, hvað? Það er eitt sem ég gleymi brúni, þú veist, það er kannski að ég hef séð hana sjaldnar eða eitthvað, en ég var bara að gleyma að það var þeng, sko. En ég var reynda búin að gleyma því áður en ég, svo horfði ég aftur á hana, og það er svo lúmst. Það sem er svo merkilegt við þetta atriði mynd nummer 2, þetta er, þú veist, 85-90% practical effects. Þeir tók upp svo mikið af, þú veist, bílum að springa og practical effects. Já, fyrir highway scene. Og bara pingu lítið CGI, þú veist, þeir gera hana logs, þeir reyndu að nota alveg logs, en þeir voru bara ekki að skemmtilegir, þeir bánsa ekki að byggja, þú veist það. Ég veit nefna oft það intro. Það satt á símur, ég horfði eitthvað sem behind the scenes, og það var mitt fyrir það sem að sé þetta atriði, svona vörubíl, eitthvað trukkur að flytja stóra trjádrumba eitthvað. Og þá losna festingarnar og þeir detta á þessar hraðbraut og þeir bara skjótast ekki inn í bíla squish, splish, já, það er bara bregðast að skemmtilegt ég nefni þetta aðra oft þegar ég segi fólk að bíómyndir þurfa ekki að vera raunverulegar það er ekki að vera raunverulegar það? Já, af því að þeir gerði þetta sín í alvörunni ég veit og það var svo gaman þessum munin það myndum við raunveruleikan en þeir voru með þessa bjálka og losu festingarnar voru að keyra saman hraða já, þú meina bara það að bjálkarnir, já, ég skil að því stundu segir fólk, mér finnst þetta óraunverulegt ég er ekki að tala raunveruleikin er ekki skemmtilegur stundum en því kvikmyndarraunveruleiki er skemmtilegri finnst mér 100% og mér finnst bara að sína svartkvín að þeir prófuðu þetta og það var bara búin duttu bara gólfið þeir duttu bara á veginn ég er ekki að segja að það geti ekki komið bíl og klest á þá síðan, skilur en það hefði ekki verið jafn skemmtilegt að sjá nei, skýst í gegnum hausin á okkur gæja löggan bara eitthvað splissast já, mikil skemmtilega það mikil meira hasar og það, þú veist, þeir tók upp fullt að dóti með brúðum, fylltum af blóði og þú veist, ég held að það hafi til dæmis verið, þú veist þeir eru náttúrulega superimpósið þess að andlita á leikarunum yfir og eitthvað, en þetta er mikið praktíkulega fett þú finnur fyrir því, sko já, ég elska það eitthvað gerfi blóð, eitthvað springur eitthvað, ég er alltaf til það en ég er alveg samanlega, þetta er aðeins betri og tölvöld betur en þessu fyrsta var ekkert ekkert skoriðan eða svona, þú veist, aðalega, þú veist, maður sér hann brenna bara lifandi, þú veist, hann er alveg í blá lokin, rétt á hann vaknar en ekki að slappa. En er það ekki basically bara eina? Basically, sko. Það er ekkert spennandi. Eldur, fólk er dett út glugg, þú veist eitthvað. Að því síðan meir, þá var þetta miklu meira ekstrím og svona skemmtilega að fór leikið sem hver karakter hafði sitt moment í upphafinu, þú veist, premonitioninu til að deyja og þá gæti maður líka klukka át rauðina, sko. Já. 2 er uppáhaldsatriði. Introið þar er uppáhalds disasterið þitt. Já. Hvað finnst þið lélegast? Brúin? Nei. Þú veist, ok, kannski rússíbaninn, að því maður sér svo lítið gerast í rússíbannunum. Allt bara fólk að detta og deyja, eitthvað svona, þú veist. Brúin er allavega með eitthvað svona impale-a-thon, þú veist, það sem allir eru að vera impaled. Það er alveg satt. Fólk að detta niður. Já, en ég gleymdi að það væri þeng, brúin. Ég var eitthvað svona, já, ok, það er hana motorway og speedway, og, þú veist, ég var búin að gleyma að brúin væri. Ok, má ég aðeins, ég verð að spyrja einu. Við skulum bara koma þér frá. Já. Getum við rankað þér? Mér langar svona að ranka það núna. Ég er með rank. Ok. Að því að mér langar að sjá hvort sem sammála. Ok, byrja þú. No pressure, þú eru að byrja. Á ég að taka röðan mína? Já. Ok, má ég byrja á lélegustu? Ok. Að því það er ein mynd af þessum 5 sem er langlélegust. Já, við veitum alltaf hvað mynd það er. Það er mynd nummer 4. Já. Sem heitir The Final Destination. Not even close. Nákvæmlega. Mér finnst hún var bara, þegar ég horfði aftur á hana, að því ég var búin að gleyma alltaf 4 og 5.
ég hugsaði með djúðum ógeðslega illa leikinn, ljótt lúk á henni og ástæðan ég get ekki sett þetta speedway dót þarna, tölvugert drast ég veit, það var ótrúlega tölvugert og líka því að þetta var gert fyrir 3D já, ég veit og það er svo áberandi lélegt þeir tóku upp fullt að dóti með practical effects en svo bara að því þetta er 3D mynd þá bara eitthvað, nei, þetta er ekki nógu raunverulegt við þurfum að hafa þetta ógeðslega kartúni og bara super animatað og slæmt og það eldist hræðilega eitthvað svona henda einhverju framan í og eitthvað svona og mér finnst það bara ömulegt þú veist, ég sá þessa mynd örgulega í þrývit í bíó og jafnvel þá er ég bara, djúvill, þetta fucking gimmicky maður strax úr fyrir kom út sama ár og Saw 3D til dæmis, þú veist bara og hún er fucking glötu ok, já, hún er verst mér finnst hún verst já. Svo hvað gerir svo? Nú held ég að við sem ekki sammála ég er báðum áttum með sko. Næst verst ég er að fara að taka þetta í öfurröð okay. Næst verst er mynd sem ég fannst ekki á næst verst fyrir ég hóla aftur á hana okay. Það er með 2 2 er næst verst já, Nanna þetta er mín upplifun Bombshell þegar ég horfa á það 2021 allt í lagi og hún er nefnilega fucking illa leikin hún er mjög illa leikin já, og ég er ekkert að segja að fólk fyrir einhverju óskarsjónulega hafar til þess að leiki í þessu myndum en mér fannst það bara áberendi þegar ég horfa á það allar back to back þannig ég verði að setja 2 og svo er þetta líka orðið eitthvað svona þetta var svona semi-flóki eitthvað, og hún er ófrísk og ef við björgum henni þá eitthvað ég skil þannig að ég er svona smá ok og hún má eiga það samt, það eru flott kills í henni já hún má eiga það eftir hana þriðasti nummer 5 ok hún er stökk upp á við miðað 4 útlit, leikarar þýðir þetta að þriðja myndin sé í öðru sæti hér? Þriðja myndin er í öðru sæti ég vil að segja þér akkur ertu að reykja haffi ég vil að segja þér akkur er það Mary Elizabeth Winstead að þú elskar hann svo mikið nei er það ekki stelpan sem nei það er nummer 2 what? sjá aldrei ekki þar okay. en nei, Mary Elizabeth Winstead ágætis leikona aldrei uppaldi mér en þriðja myndin er í öðru sæti gefðu mér ástæðan fyrir því ok, ástæðan, það eru nokkrar ég fílaði rússibandúti ok mér fannst það skemmtilegt aðri ok ég fílaði myndinar ok og það er stór partur af þriðja myndinni eitthvað, ég tók myndir af öllum og við getum dekótað eftir myndunum hvernig einhver deyr og eitthvað 2006, alveg hárrétt hjá þér mjög mid-2000s mynd og það eru nokkuð fín kilsýni reyndar, þau eru og hún er alveg svona þokkalega vel gerð með þetta eru fínir leikarar sem er í henni þarna alltaf er aftur komnir James Wong og Glenn Morgan sem gerir fyrstu myndina og svo alltaf er nummer 1 hjá mér fyrsta myndina það var þetta svolítið uník, mér finnst það mest svona spennandi. Einmitt, hún líka tekur sjálfa sem mest alvarlega af þessum öllum myndum. Já, nákvæmlega, þetta er meiri svona horror mynd heldur en restin. En upp á svona entertainment value, þá myndi ég ranka það svona. Já, ég skil. Ok, kottum við þitt. Ég með mig, ok, ég taka öfugur. Ok, verst er náttúrulega klálega 4, það vita það allir. Hún er langverst. Ok, þá er ég að spyrja, áður að horfa aftur á þær, var hún alltaf í næsta seti hjá þér? Ég veit ekki, ég myndi ekki það vel eftir þessum myndum ég var eitthvað að ranka það vel, sko. En þú veist, ég myndi alveg að, þú veist, myndin sem gerist í bíónu með öllu fallega fólkinu, hún er objectively verst, ég vissi það alveg, skilur. Myndin sem gerist í bíónu, já, í lokin. Það er svo fake endir, ég hata ekkert meira en fake endi, ég bara... Ég líka. Ok. Hún er glötuð. Mjög glötuð. Svo ætla ég að setja, sko, 5 og 3 eru svona neck and neck. Ég held setja 5 fyrir neðan. Ég held setja 5 í 4. seti. Því að 5... Þú veist 3 skára en 5? Já, mér 5 verður svolítið forgettable, þó hún sem er skemmtilegt tvistan í lokin. Þetta, þú veist, þá er ég bara svona... Þetta er bara svona cookie cutter karakterar sem er ekki að gefa mig neitt. Ok. Bara eitthvað svona, ok. Svo þá 4, 5, svo 3... Og svo 2-1. Og svo 2-1, já. Ég fíla 2 meira heldur en 3 af því að mér finnst bara upp á, sko, að mér finnst karakterinn í 3 bara, mér finnst skrýtnir. Mér finnst það aðeins. Úlingar og þú veist, þessi homicidal goth gæi sem kemur og fokkar upp í plottinu og ég er bara svona, hver ert? Þú veist, ég veit ekki hver þú ert, skilur þú. Ég er ekki búin að sjá neitt að það er fyrir þú alltaf að vinna ykkur warehouse
einhverju búð og ert ógeðslega creepy og ert að drepa fugla og eitthvað, ég veit ekki þig en svo hefur ekki mikið plottið að gera en ég fíla líka Subway endin þar er döðin aftur búin að gefa smá pásu Já, það var það ekki eitthvað 6 months later Jú, eða 5 months later já, ég fíla það og þau eru með eitt af mínum uppáðar svona kills Í þriðju? Já, ljósabekkirnir Já, ég veit það er svo, veistu, þessar myndir hafa nefnilega svona ingrained í mann smá fóbíur Já, ljósabekkir eru bara svona svolítið óþægileg staðir út af þessari mynd og út af Ég veit hvað að tala hvað heitir hún? Fucking I know what you did last summer Still know what you did last summer Still know what you did last summer Þú veist, þess vegna það finnst alveg svona Og ekki svona læsti bekknum hennar Það og sánur skilur ég alltaf eitthvað það var svo auðvelt að grilla mann bara lifandi inn í sánu bara ef það er hækkað að sýtast í Það var einhverju mynd sem einhverju læsturinn í sánu og bara, þú veist, átt að vera soðin lifandi Það er rétt sér, ég man ekki hvað var Og fucking laser aðgerðin, skilur þú veist, það er bara ekki fræðilegur í fyrir laser, sko eða eins og eitt var hjá tannlækni þú veist en hann alltaf dó ekki á tannlækni en samt bara svona, ok, þú ert að finna fóbíur og spila með þær bara eitthvað svona, er læknir að fara að missa borin eitthvað of langt eða, þú veist, eitthvað en ok, já, þú fílar þess 2 Já, ég fíla 2 út af því að uppásætri hefur mikið með það að gera og mér finnst fyndi hvernig hún endar þú veist, mér finnst þetta með grillið það er þetta góð það er pínu, þessi myndir að taka þessi full alvarlega en þannig í lokin kemur bara svona a moment of levity þar sem hún handleggjan á síni sínum grillaðin eitthvað á diskinu og basically bara öskrandi hann líka springur bara eiginlega já, hann bara en það sem fyndið með 2 að því að hún var alltaf númer 2 hjá mér já, einmitt en svo þegar ég einmitt horfði aftur á þá er bara eitthvað vá, þetta er líka lúkið á henni svolítið sjónvarstátt að lúka á henni já. Og hvernig var þessi hann oversaturated í lokin og líka bara leikar henni ég var bara kemur eitthvað svona we cheated death og þá verður allt svona 800 meira þú veist, saturation alveg allt bleikt og já, einmitt lúkið henni er alveg en það með það er með góð kills og frábæra aðleikuna já, einmitt ok, aftur er hún frábæra hún var í hérna hún er sæt er hún eitthvað sæt síðan ekki aðalhundur ekki í fældast þessi 2 Nanna generic sæt hún var í einhverjum fílar hún er ekki Jessica Alba hún er ekki Jessica, nei en allavega, já, en það er eitt sér til að spyrja þig okay. en það er eitt stór munur einmitt á ef við tökum 2 og 3 að því við erum svona debata þær okay. að því 2 þá þekkist fólki ekki en í 3 þá þekkist það já. eins og í fyrstu þannig að hvort er skemmtilega mér finnst það pínu áhugavert að þekkjast ekkert en þá þarf maður líka að pínu að leyfa sér að trúa því að þau myndu allir hittast fyrir tilviljun en það er líka ástæða fyrir því að þetta fólk lifði af að þau eru með einhver tengingu við fyrstu myndina já, einmitt, sem er pílukúl mér finnst alveg áhugavert þau voru alltaf eitthvað ég lifði af þetta af því að þetta úr fyrstu myndina hafði beina áhrif á mig og bjargaði mér sem er svona, svona aukast flækjustig í plottið sem er svona pínu pirrandi en samt svona aukatvist sem ég svona, ok þeir voru að reyna eitthvað, þetta fyndi ég bara las smá grein því ég auðvitað undirbjóði mig aðeins fyrir þáttum ég las grein og ég fór að vita hvernig fólk að ranka þessar myndir og þá var að tala um 2 og þá var að tala um konar sem skrifa þessa grein að þetta væri svona overly complicated plot fyrir 2 þegar ég las þetta þá var ég bara svona, já þetta er eitthvað svo of eitthvað já, klálega og þú veist, og þarna komið þú veist, ég meina Alex hérna í fyrstu myndinni er alveg að fá eitthvað svona pingu litla sýnir, hann fær hana litla meðastendur Todd er eitthvað, ég þarf að tjekka Todd og svo kemur eitthvað svona, þú veist, eitthvað pingu litla hints hver er að fara deginæst en þarna er hún bara næstum því líka við að fá bara sýnir eða bara, hún er að fá eitthvað sýnir eða þú veist, eitthvað svona, já, ok, ég sé hendur í vatni og það er eitthvað læknir og ég veit að þetta er að fara að gerast hún virkar bara skikk já, basically, þarna er lífið að hjálpa henni þannig að, þú veist, það er já, þetta er svona pínur skrítin átt til að fara með en er samt að gefa tónin fyrir næstu myndir þegar eru allir að fá okkur fokkin sýnir í gegnum alla myndina algjörlega en ég fór bara að bæla með þetta því að þær skiptast að því 4 þá er hópa fólki sem þekkist ekki þau vinna alls saman bara nei, það var í 5 fyrir gefðu, oh my god það er svo röggist okay, já, nei, 4
Þannig að reisviðdótið, var það ekki bara svona blanda fólki? Já, jú. Varst með rasistan þarna? Já. Eða nínasista eitthvað á hana? Jú. Hann þekktir hún ekkert hitt fólki? Hárrétt, já, það voru einhver hópa vinnum og svo var eitthvað annað. Já, mér minni það. Og mamman með strákana sína. Já, þannig ég fór svona pæla, hvort, mér finnst það skemmtilega þegar kannski hópur af fólki sem að þekkist eitthvað. Ég heldur mér finnst það skemmtilega. Þá eins og hún tala þá kannski auðveldar að fá þau saman. Eins og í 2, þá kannski þetta aðeins að teygja þau, sko. 100%. Maður þarf alveg að gefa sér smá bara svona, ok, það myndi allir mæta heim til þess að gaurs eitthvað til þess að tala um fólki sem lifði af slísi. Nei. En já, ok, gefum okkur það. Og mér finnst aðrið hann í liftunni, mér finnst það mjög skemmtilegt, skilurðu. Já, með gæmi hendur. Já, þú veist, eitthvað þefavinni og eitthvað svona og svo krækist hárið á henni í krók og hann ennþá bara eitthvað, ég ætla að fucking ríghalda í þetta, það ekki bara, fyrir ekki, ég ætla að sleppa þessu sko afflækja hérna bara, svo kemur það paðan eitthvað hana en er það perrin í 2? Þú sagði alltaf perri í öllum myndunum? Nei, perrin í 2 býtum við perrin í 2, hver er það? Hver er aftur? Ég man ekki hver það var af þessum ég held að það hafi verið dópist nei, er það ekki fyrsti gæðin, dúdbróin sem vinnur lottóinu og deyr hana með það sem að hendi pasta undir gluggan og svo dettur fer hann niður þeir voru ekki allir döðan í 2 góðir þeir eru góðir, jú langflestir eiginlega, jú, hann fær hérna stegan í auga svo kemur næsti þarna strákurinn sem er svo weird karakter hann er eins og barn, hún kemur fram við eins og barn hann er ekki tökkingi með inn hann reykir og er hjá barnatannlækni og þú veist, hleypur á til dúfum eins og þessi 8 ára þú veist, hvað er þessi gaur gamall þetta er svo weird en þetta var, maður færði að gefa upp að hann er 15 já, okay. En það er alveg Squishville þarna, þegar Clary þetta er hann, ég elska það og hann bara svona folds like an accordion það er upp á skilum í þeirri mynd við erum ekki búin að segja upp á skilum nei það er svolítið ekki þitt ég veit ekki, ég eftir að skoða sorry, þú ert að fara yfir punktanir, ok já, og svo já, ég held að hérna fyrsti gæðin sem meira svona perrin nema þessi dópistinn sem er sko, mér finnst eiginlega það þegar dópistegæðin er tekin í þrönd með Barbæir fans það er rosa mér finnst það svolítið skemmtilegt þó að það sé ógeðslega kartúni já, það er svolítið svo gegn það er svona 3 krakka og bútast í sundur ég var líka málega, það var 50-50 hjá mér það var upp á skilið mitt í 2 ástæðan ég valdi síðan strákið sem kremst undir glerinu af því ég var svo 100% viss að það myndi deyja hjá tannlækninu já, maður var svo primed í það að þú veist vatn og rafmagn er svo fyndið í þessum bíómyndum ef það blandar saman vatn og rafmagn að það bara breytir alls konar stillingum og eitthvað, þú veist og líka þegar dúan kemur með þessi dúa sem klessur og gluggan eitthvað hún er bræður eitthvað já, talan eitthvað þú veist, maður bara, ok, hvað ertu að fara að gera við hann já, ég hugsaði mér, ok, hann er pottar að deyja hann kapnar næstum því á gasinu og eitthvað já, þetta er eitthvað svona drask í kjaftin á hann það var frekar langt aðri svo bara lappar hann út þá dettur hann gler og það er í vissum og það er eitthvað brúða eða eitthvað það var brúða, já, það var brúða og þú veist, en það er svo mikið þannig sem gerist bara að því að þeirra eigin heimsku þannig er hann eitthvað að vera fáið og hlaupa aftur okkur dúfum splass og fyrst í gæðin, ef þú hefur ekki hendur þessu pastandu gluggan og svo fáið eða kannski hefur ekki lendið þessu já, það var ekki runnið í því það var bara dáið þannig að háskilja já, líka, að því að faldarstöðismyndar eru basically slashermyndir já, bara einu munun á morðingin ósýnilegur og það er alltaf heimski karakterar í slashermyndum taka heimskulega ákvarðanir maður fyrir ekki við það ok, en upp á skil þitt, það er gæðin sem fær stöðning í hennu sig Gattavís, hann er tekin í þrönd nokkur búti allavega svona. En liftmorðið var líka aldrei það er alls skemmtilegt sko. það er mörg skemmtilega og það er annað, eitthvað svona fóbía fólk vill ekki þú veist, fara þeirra milli hæða og klemmast og svona, þú veist það er svona, ég minni mig á hérna fucking bílskúrshörðuna í Skrím já, einmitt og klemdist það er ekki alveg góður í það en þetta er svolítið skemmtilegt og það er líka held ég er ekki töluvert órungulega jú, kannski að geta lift mannesku eitthvað, hurðin á að lifta I know já, en það er alveg rétt, en það minnum líka eitt aðri það er ekki hrylsmynd en það var svona liftdót og svona óþægileg í Speed, mannstu fyrst aðri í Speed þá var Keanu Reeves var að bjarga fólki það var svona langt og stórt atrið já, í byrjunni og það var svona liftu og hún svona detta eins neðar og eitthvað fólk er að komast út og eitthvað það er alveg svona óþægilegt 100% að því hún kremst einmitt í Final Destination þú veist, ég í steginu liftum daginn þar sem liftum hún var ekki alveg komin alla leið niður þú veist, hún var bara svona yfir, skiluru gólfur, ég var alveg svona hefur eitthvað verið í liftu sem hefur bila? Nei
Ekki heldur. Nei. Knock on wood. Fóbíur, þú veist, þeir eru alveg að vinna með fóbíur, Já. sko. Það er alveg rétt. Talanafóbíu, lyftufóbíu, já. Ok, 2. En já, ég þarf að gefa honorable mention til hennar sem situr í bílnum og er síðan, þú veist, að reykja og þeir eru eitthvað að vinna í bílnum og hún fær airbag og impala. Ó, já, það var þetta geggja líka. Já, dökkara konan. Já. Það var gott líka. Nei, mjög gott. Ég er mjög hrifin að þegar fólk fær eitthvað svona í gegnum haus. Impaling, sko, það er gaman. Það er mjög gaman. Það er gaman að því. Hún endar því að þau eru hann að elta. Hvernig fannst þér, var þetta ekki lögga? Jú, álega. Er það myndalögur? Já. Er það? Er hann ekki svona pínu pirrandi myndalögur? Hann er bara svolítið generic myndalegur. Það er allir einhvern veginn dökkarðir á myndalegir. Allir, þú veist, eins og, sko, hvítir. aðalkarakternar í 4 og 5 er basically sami maðurinn. Ef þú myndir stillaði með plöðulegum, ég myndi ekki geta sagt hver var í hvað mynd, sko. Er þetta svona gaurinn? Þú veist. Er þetta svona kona? Nei. Var ekki kona? 4 og 5 eru gaurar sem eru að fá sýninnar, eða ekki? Nei, var ekki stelpa í 5? Var það gaur? Held að gaur. Ég er nýbúin að horfa að ég maður. Held það. Ok, allavega. Já. Ég fór bara til að hugsa því ég horfði hann, það væri bara svona hann er voðalega eitthvað. Sama mér finnst vinkonu þína í 2, sem sagt. Hæ? Ég er býnir sá. Ég myndi að horfa um Guðni og segja, Guðni er bara, vá, hún er rosa sætt. Ég er bara, já, hún er mjög sætt. Þú bara dæmana hérna fyrirfram greið konun. Ok. Ég er að stríða þér. Ok, löggan var basically bara eitthvað kenndúka. Já. Hún endur að því að það er grillatriði. Var það ekki 2? Jú, það er kúlendir. Það getur mögulegur upp á sendur minn. Já. Af þessum 5 myndum. Ekki tvistið í 5. Það sem þau eru í flugvélinni í fyrstu myndinni. Jú! Það er mjög gott, sko. Ég var bara að gleyma því. Ég var bara að gleyma því líka. Jú, ok. Það er rétt. Ok, fyrir utan það var sniðið twist. Já, það er nefnilega alltaf snið. En grillgæðin hafa að fyndi. Já. Þegar hann springur úr grillið. Ef að fara þessi 3? Já. Mynd sem nú 2 er mér. Já, einmitt. Næst uppáhaldsmyndin þín í heiminum. Nei, já. Í heiminum. Í kvikmyndasögunni. Fælda þessi 3. Þeir eru komin aftur. Glenn Morgan, James Wong. Byrja rússibana. Ok. Það er líka fóbía. Það er líka fóbía. Já, mjög mörgum. Heldur betur. Þar á maður mér. Já, ég er ekki mikið fyrir rússibana. Ekki hrifin rússibana. Erst þú hrifin að þið? Ég myndi aldrei fara í rússibana í dag. Ég fór eitthvað, ég var í Tivoli með frænku minni fyrir svona 5 árum síðan og ég fór í eitthvað svona rólu sem fer bara svona hringi og ég var svona, ég var svo queasy. Þú veist, ég held bara þegar með aldrinum að innra eyrað á manni fokkast allt upp og maður bara getur ekki að vel þegar maður krakki. Já, er það meira líkamlegt okkur vilt ekki fara í það? Já, þú veist, ok. Ef ég myndi fara í Disneyland og eitthvað og þú veist, það var eitthvað frábær rússipann, ég myndi alveg skella með, skilur við. En ég myndi ekki vera eitthvað fyrst í röðinni, bara, dröfum okkur, þú veist. Ég nenni valla að fara í stóru rennubrutuna í Laugardalnum, sko. Snorri þurftum daginn, alveg, nanna, drífðu þið nú í alveg. Það sem ég veist óðæltur rússipann, ég hef pælt mikið í þessu, að ég fór til Flórida um nokkrum árum. Og þá fóru ég svona bara rússipannagarð. Six Flags. Nei, þetta er Busch Gardens. Þetta er svolítið mörgur síðan. Og pabbi fór það. Pabbi er alveg gaman rússibunum. En ég á rosalega erfitt með þetta. Hvað sér þau? Pabbi er svo mikil snillíkur. Og ég man að hann var miklu spenntur en ég að fara og ég fór ekki í stærsta. Það sem minnst óþægilegast við þetta að ég er ekki hræddur hraðan að því ég geti farið á vélslega og farið í Aprat eða eitthvað eða fjórhjóli eða eitthvað. Að því ég er 0 við stjórn. Ég þarf bara að sitja. Já, þú hefur enga, já. Og ég þarf bara að vona að það klikki ekki neitt. Einmitt. Að því það verða slys. Já, fólk deyr alveg. Já. Ég meina, dóðungur. Íslensku strákur 2017 held ég. Já, var það ekki bara út á Kanaríum? Jú. Og ég var að lesa, við varum alltaf að googla fleiri svona rússipannaslys og það var með einhver í Georgia sem var í Six Flags og þú veist, fór einhver svona bannasvæði undir einhver rússipanna, alltaf, þú veist, eitthvað svona fokkaði fólki með því að, þú veist, grípi fótina eða eitthvað. Gæðin alltaf fekk fót bara hérna og bara var decap strax. Og þú veist, þetta gerist alltaf, ég man ekki hvort það gerist 2 eða 3 að einhver fór hún á bannsvæði og var bara decapaður. Þetta er ógíslega. Þetta er hræðilegt. Og þú veist, þetta er ekki eins og fólki í rússipannu. Svo er fólki í rússipanna eins og þessi íslenski strákur
hræðilegt sko, hann dettur úr, hann losnar festing eða eitthvað belti eða eitthvað. Já, af því að þú veist, starfsfólki var ekki að fylgjast með, þú veist að, ok, fólk yfir eitthvað x-þyngd má ekki koma inn í að vera, þú veist, og þá losnar hann. Það fríkam út og mér finnst það hrikalt að lesum fastur á einhverju trakki líka, fast eitthvað svo. Þetta ógeðslegt og ég einhvern veginn ánægðis ég fæ út úr þessu, að ég hef farið í rússíbana, ánægðis ég fæ út úr þessu versus þessi áhætta sem fylgisu, það vegur bara miklu meira hjá mér. Okay. Heldur ekki adrenalíni sem þú farið úr, þú veist, stressinu að það sé að gera þú veist, uppröðulega betri magni uppis ánæg já. Ég er bara svo, jú, pottið en ég er svo lítill spennufíl ég skilji, já ég er ekkert mikið fyrir eitthvað fara í tegistökk, fara í falljóstök ok þú ert miklu meira fyrir það nei, oh my god, glimdu, ég myndi fara í falljóstök en þú veist, ég fekk kannski zipline ég fór í zipline, veist ekki, eitthvað já, þetta talið bara svona hangir í eitthvað og rennur eitthvað svona niður. Ég er alveg til í það. Mér finnst það öðruvísi. En svo tegjustökk og eitthvað, ég bara glemt. Það sem að veit að fólk hefur og getur dáið í, finnst mér pínum, þú veist, ég er svona í risk assessment þar, sko. Ég þarf aðeins að... Ég heyrði daginn, og þetta er hrikaleg saga, ég vona hún sé ekki sönn. Þess að ég heyrði daginn, að það var ég held að minna að stelpa, sem hafi farið í tegistökk en hún hoppaði á henni festu tegina við hana. Hæ? Með minna sagan er þannig. Bara í einhverju panikkasti, bara held að var komið eða eitthvað. Jæks, maður. Fuck, ég myndi að það maður. Ég vona bara, þetta er bara eitthvað svona saga sem ég heyrði. Bara eitthvað saman, ég veit ekki hvað sem sönn, ég vona þessi ósönn. En ég myndi að það er heldur sem getur gæst maður. Það er fullt sem getur gæst. Ok, þriðja. 3, einmitt. Byrjar á þessu smá fóbía á mér, það er rússíbani. Rússíbanin. Og mér fannst lúmskemmtli karakter. Það er nefnilega þetta er ekki leiðileg karakterar, þetta eru meiri karakterar. Það var allavega fær, þú veist eitthvað, hún er svo mikið control freak, hún segir svona 100 sinnum gegnum myndir, ég er svo mikið control freak. Þessi Perri. En mér svo fyndi með Perran, uppskört, gæðin sem þau uppskört myndina, í þessu fyrsta atriði er maður bara, hvað ógeð þetta með. Svo bara í gegnum myndina er hann svona pínu nice gæi. Já. Og bara svona virkar okkur upstanding og svona fínt gaur og ég er bara svona, af hverju varst að selja mér hann sem creep í byrjun myndina? Ef þú tekur uppskört mynd, það er hræðilegt. Það ertu creep. Það er svo hræðileg mannskja. Þú veist, þetta er bara glæpur, þetta er uppskört mynd, hrikalegt, aldrei gera það. Hann gerði það? Hann gerði það, en svo bara er eins og hann verði bara rosa nice guy og bara svona, ógeðslega svona dependable og bara toppnáungi restina af myndinni. Og það sem að finnst mér þetta svo skrítið, því að þú veist, að því það er nú þegar annar þú veist, það er perratýpa í þessari mynd. Hann þarna, hvað heitir hann, Frankie Það er uppskurtgörinn? Nei, uppskurtgörinn er vinurinnar. Held ég, jú, hann tekur myndavælina hennar, tekur uppskurtmyndina. Creepy gæinn, perragæinn í þessari mynd, er alltaf með vídeokameru, situr fyrir aftan sætustelminu og eitthvað, flash me them titties. Ég var að gleyma þig. Ok, hvað er horfður á þessu mynd? Það er stutt síðan. Ok. Þú veist, það er mánuð síðan. Ok, já. Þegar við ætlum að taka hana fyrst. Það er ekki nógu stutt síðan. Nei. Ég þurfti að taka reminder, sko. Mér myndi það þessi Frankie Cheeks. Já, Frankie Cheeks. Það er creepy gæinn. Það var ekki það er ekki uppskrift. Það er bara að finna. Það er vinurinn sem að sest við hliðina á hann og er pínur næs gæ. Alveg rétt. En er það ekki bara þannig líka? Fólk er ekkert svart og hvít. Nei, þú getur verið næs gæ en tekur samt uppskort mynd af vinkuninni. Já. Segjum það bara. Hvort er perralegra? Að taka uppskort mynd eða senda dick pic? Ég sem valla bórið þetta saman, sko. Nú hef ég aldrei ég hvorki fengið dickpic nýja uppskort. Mér finnst eiginlega meiri árás. Þú veist alltaf ekki af því að einhver tókar uppskort. Mér finnst meiri árás einhver tekur uppskort mynd heldur en senda dickpic. Það er meira microaggression að senda dickpic. Já, og líka dickpic, er það ekki meira svona, það er aðeins að hlæja því? Jú, ok, ég hef aldrei fengið dickpic, ég ætla ekki að segja, þú veist, fólk getur tekið ógeðslega illa. Nei, ekki senda mig dickpics. Fucking hell, Afi, ef þú ástæðan fyrir því að ég fæ dickpics. Nei, mínir hlustendur og áhörundur, þetta er allt næs fólk. Þetta er allt næs fólk, þetta er ekki hérna Frankie Cheeks. Þetta er ekki Frankie Cheeks og þetta er ekki vinur hann að taka uppskurt. Ég fór bara að pæla í að því að svona uppskurt út, mér finnst ekki náttúrulega það sem meira svona,
brot á það er brot á friðhelgi, já, 100%. En að fá dickpic, eins og sé, ég hef aldrei fengið dickpic, en ég veit að það er, þú veist, sambarlegt að það var flassaður og það er líka árás, skilur við. Já. En, ok, við erum að ræða mynd nummer 3. Ég ætla ekki að fara einhver svona siðferðislegar, kynferðislegar. Pælingar. Ok, mynd nummer 3. Þú sér það, ég rænka hann svolítið ofalega. Mér finnst hún lúka líka. Og eins og segi, Mary Elizabeth Winstead, þú veist, þetta er alveg leikona. Ég seti hérna hjarta á Mary Elizabeth Winstead, ég elska hana. Og þetta er fyrst skipt sem ég sé líka, hún heitir Amanda Crew, sem er systir hennar. Amanda Crew. Sem er leik í Silicon Valley. Silicon Valley. We did homework. Já, mér finnst hún skemmtileg. Já. Og mér finnst það líka, þess að fyndi. Það sem mér finnst kemistri með leikara. Ég keipti allan daginn að vera systur. Ok, já, ég skilu. Ég veit ekki hvað það er. Það er bara eitthvað kemistri eitthvað. Hvernig það er einhvern veginn daglega gætur á milli þeirra. Ég er bara svona, þetta er systur. Þessi mynd er svo, hún kemur úr 2006 og hún er svo 2006 þessi mynd. Hvað er það? Stelpurnar. Ashley og Ashlyn, held þér heiti. Ég elska þær. Þær eru svo ógeðslega 2006 með þennan gestrengin upp úr svona whale-tailing í joggingöllunum sínum með brúnkuna og hárið og allt þetta og eitthvað dissa Britney Spears og Cher. Er það eitthvað svona 2006? Over yourself. Ég veit ekki. Ég var ekki orðin svona gömul þegar ára var 2006. Hvað var ég? Ég var 18, já. Jú, þú ert að svipum aldrei. Jú. Eiga það er ekki að vera 17, 18 eitthvað? Jú, nefnilega, í high school. Kannski að graduata high school. En já, Bandaríkin kannski, ég veit ekki, þú veist, já, ég vissi alveg af stelpum sem voru svona, fari ljós og vera svona típur, sko. Eitthvað gælur, já. Já, rosa mikla, já, og low-rise jeans, sko. En þetta með dissa tónlist en ég náði því ekki. Nei. Hver fílar ekki Cher og Britney Spears? Það er eitthvað að, fólk sem fílar ekki. Þetta er eitthvað 2006, þetta er eitthvað svona djók sem handritið er að koma með, held ég. En var ekki líka 2006, nú er ég aðeins að hugsa Britney Spears. Hvað Britney var á þessum tíma? Hún var ennþá góð, sko. Já, var hún alveg svona... Ég held... Prime... 2006, Nei, hún kannski aðeins fyrr. Prerogative kannski 2008. En svo Slave for You og svona, er það ekki 2004, sko. Það var ekki aðeins fyrr. Ég held það. Ég bara pæla, Allavega. var hún mjög vinsæl og þá þáttu kannski cool og edgy að drulli yfir, skilur við. Jafnvel. Það getur verið eitthvað svoleiðis. Allavega, þetta var bara eitthvað fór pínu í töðra mér. Svo var það mjög skemmtilegt. Tony Todd með cameo þessari mynd. Spottaður það? Já, það var ekki bara röddinn hans? Það var röddinn hans. Var ekki í rússipanna röddinn og svo í lokin? Já. This is the end of the line í subbitóttinu. En maður sér hann ekki? Nei. Maður sér hann bara í 1, 2 og 5. Já, en hann er með cameo þessari. Já, hann er cameo þessari. Röddinn hans, eins og sagði geggjurödd. Já, einmitt. Og ég kosta því að leikarnir þurftu á 3 dögum að fara 60 sinnum í rússipanna. Gætirðu það? Nei, ekki einu sinni. Nei, 60 sinnum. 60 sinnum? Ói, það er rosalegt maður. Það er ekki gaman lengur. Þó þú fílur rússipanna, það er ekki gaman að fara 60 sinnum. Lönns og svo bara beint aftur í rússipanna. Nei, takk, góð, sko. Ok, morðin í 3. Eða döðdagarnir, eða slísin. Ok, eitt sem ég verða að nefna. Spottaðir þú línu sem ég veit að þér þykir vænt þessa línu. Þetta er svona callback í skrýmmynd. Þú er ekki spottaðir. Mögulega ekki, hvað er það? Mary Elizabeth Winstead segir á einu tímapunkti I'm feeling a little woozy. Já, jú, ég tók eftir. Það er svo mikið til mín. Ég tók eftir. Ég tók eftir. Þú veist það magna. Hún segir þetta ekki I'm feeling a little woozy here and... Nei, hún segir I'm feeling a little woozy. Já. Ég elska það. Er það ekki big callback? Er það tenging við skrým? Skemmtileg tenging. Alveg rétt, jú, ég myndi það. Ég myndi það. Ég spottaði það. Þú spottaði það, gott. En já, Kills, það er í rauninu bara eitt til að tala um, sko. Og það er ljósabekkurinn. Ljósabekki dyr. Það er ekki nú eitt. Ha? Nei. Hvað þá? Ég ætla að halda aðeins eftir. Að ég giska? Nei, höldum bara á, höldum okkur við aðeins ljósabekkiatriði. Það er ógeðslegt. Það er viðbæslegt. Og mér fannst það líka svona, hvernig það var byggt upp, þær farið ljós. Og það er, minna sér einhver rússi eða einhver gæi sem á sólbúrstofuna. En hann verðist líka bara að því fyrst hann er ekki að gera vinnu sína. Hann er ekki að vinna vinnu sína vel, sko. Hann er bara síma. Nei, en ég held að hann væri eitthvað svona perri fyrst. Hann var að fara eitthvað, ég veit ekki eitthvað myndraða með eitthvað svoleiðis. En svo virkaði hann bara eðlugur, hann bara símanum, svo túpan. Hann er að reyna að halda hurðinu opinni. Já, þær læsa því hún segir
Mér finnst alltaf einhvern veginn mega smá sens. Já, bara ég ætla ekki að láta eitthvað labba inn á mig. Labba inn á mig eitthvað, ég er bara nakin hérna eitthvað, þannig hún... Bitch, please, henni er með drull ef einhver myndi sjá hann á brjóstunum. Hún er með fullkomin brjóst. Enginn Hvor, það voru 2. Báðum með fullkomin brjóst. Ef ég verður með svona brjóst, það myndi ég vera bara... En voru þetta ekki fake? Come get it. Jú, 100%. Ok, allavega. Anyway. Hún snýr skiltinu við, einmann rétt, í bara lokað. Já, bara solbastofan er lokuð í dag. Og læsir. Já. Þannig að þegar að eigandinn lokast úti, heyrir þær öskra og reyna að bjarga þeim. Og hann kemst ekki inn hinum en heldur þegar það er að læsa. Já, það er alveg sniðugt. Það er grillast í þessu ljósbekki. Það er ógeðslegt. Það er viðbjörnslegt. Og það var stönd actress sem var grillið. Hæ? Já. Hvað mennur? Það var kveikt inn í alveg. Það var bara í 20 sekundur eða eitthvað. Já, þú meina í samt einhverjum búninga. Já. Nei, þess settu gel á hana. Þú veist, hún var Já. Hún var ekki sút, skilur við, sem er svolítið nýtt, skemmtilegt. En var þetta ekki, mér myndi fannst þess að það væri tölvingert svona loðarnir sem þegar maður sér það nær. Já, það var allavega, ég sá okkar skot behind the scenes af löppum að grillast. Já, ég skil og það var stöndkona. Ok, áhugavert. En þarna fyrstu 2 for 1. Já, og sko, klippingin af ljósabekkunum on fire og svo kisturnar. Það er ekki. Það er æðislegt. Já, það er ekki alveg. Þið farið yfir sem í jarðarföruna. Já. Það er yndislegt. Og svo einhvern veginn, þetta var svo kaldhæðnislegt af því að þær eru mikið fyrir ljósabekki. Það vildi vera sætar. Já, við erum það brúnar og flottar. Svo bara closed casket. Og það bara dóu þannig. Já, en ástæðan það er ekki með eitt sem er. Þetta er góðu döðdagi. Atrið sem slíkt er betra atrið sem ég er með huga. En ég er með eitt annað huga. Og jú, þetta er í huga eitthvað annað. Þetta er miklu styttra. Er það nail gun? Já, ég var næst til búin að setja það, sko. Ég fíla það. Naglabess í andlit og höfum maður. Ég fíla það. Líka því að hún var svo... Höndin var ekki fyrir og naglabessan byrjar að dæla, held ég alveg 10-12 skotum eða eitthvað. Og dælist í hana, kemur gegnum hausinn, fyrir ekki gegnum hana höndin hennar, svo er klippt yfir á hinn, og þau er bara, oh my god, svo klippar aftur, ég elska það, aftur á hana, þá kemur hana blóðu munnunum og smá ekstra í lokin. Já, kannum með það. Að þetta er svona impalement, og það er skemmtilegt. Já, það er svolítið skemmtilegt. Þetta er svona meira grafík, kannski, það var blóð og svona. Já, meira góri. Já, það var, ég skrifaði bara naglabissan. Naglabissan, nail gun check. Já, en restin af þeim er ekki eitthvað æðislegt. Svo, þú veist, gæinn sem er í ræktinni. Já, það er boring. Þú veist, það er bara búið að setja CGI blóð yfir. Það er ekki sánett, skilur. Nei. Já. Ég er sammála. Ég var eitthvað svona, þetta var ekki 3D-mynd. Akkur er þetta svo mikið blóð og eitthvað svona, þú veist, búið að skemma. Hún átti þess að vera 3D-mynd, ég las það eins. Ok. Þeir bara settu, þú veist, drektu öllu í CGI blóði. Þeir voru alveg með practical effects hér og þar, en bara settu svo mikið að CGI blóði yfir allt. Ég er sammála, það voru kannski, ég er að hugsa núna hinn. Jú, það var reyndar eitt. Það var eitt í lokin, sem ég veist heldur gott. Það er vinkona systurinnar Mary Elizabeth. Já. Hún fær fánastöng gegnum sig, en það sem gerir þetta cool en hún fær það gegnum sig, svo dettur hún svona fram. Já. Og dett, veistu hvað það tala um? Já, impalast aðeins meira. Já, aðeins meira. Rennur á, ef þú er stöft í, ekkert spes. Nei. En það er svona smáatrið. Hún svona rennur aðeins á, og kameran er aðeins á henni, þegar hún rennur svona neðar. Ó, það er æðislegt maður. Æðislegt. Þetta er fake. Ég veit þetta, þetta er voðalega mikið fake. Svo fyrir ég líka að hugsa, því að systirinnar hesturinn tekur systirinnar. Það er svo skemmtilegt atriði. En þú veist, hún hefði dáið svona þrisvar. Ég veit það, hún hefði náttúrulega bara, þú veist, annarkvæmt kapnað eða bara brotnað og bara, hún kippist harkala aftur og bak. 100%. Svona reipi sem er í hestunum, eitthvað festið henni. Svo fókt atrið, hver lendir í þessu? Hún liði af í smá tíma, þangað til í lokin. Þangað til í the subway. Já, það var eitthvað months later. Það var, já, 5 mánuðum seinna held ég. Var ég með þetta hérna? Nei, ég er ekki með þetta. Áttu upp á skar til þessari mynd? Já, stelpundar? Já, stelpundar, segjum það. Frankie Cheeks, ekki skemmtlur? Oh my god. Mér finnst líka svo finn, þú veist, sko, Frankie Cheeks deyr, sko, hann er í bílnum fyrir framan þau á hérna, einhverjum take-away stað. Og þau bara fatta það ekki. Þau eru bara, við erum að finna hann og þessi mynd segir okkur að þetta sé eitthvað að fara að gerast.
Við erum að finna hann, já, eitthvað hérna, þú veist, og er að reyna að lesa í myndita. Þú fílaðir þetta digital myndadæmi. Ég fíla Mér finnst svo mikið badsins tíma. Þú veist, á þessum tíma áttu allir digital myndaðir og taka myndir af öllu og eitthvað. En ég veit ekki, mér finnst það svo... Nei, sérst, það sem er cool þegar þú að ráða í... Já, ég veit hvað það tala. Eitthvað, já, hann deyr örgulega svona. Hvernig er alltaf degi? Þetta er svona smá detective work, þú veist, smá auka element í þessa mynd. Smá auka element. Já, mér finnst það ég var búin að gleyma því. Þú búin að gleyma öllu. Nei, ég var búin að gleyma á þannig horfði hann aftur. Þessu myndadóti. Já, ég veit. Mér finnst það skemmtilega. En eitt við hennar gæði sem leikur Frankie Cheeks. Ef ég man rétt, ég horfði á making of á sínum tíma því ég keypti hann á DFD. Já, sjálfsög. Og þá var hann auditiona fyrir þessa mynd. Og ef ég man rétt, þá voru þau, castingdirektorinn sagði bara, nei, þú virkar alltaf gamalt til þess að leika, hann fara að þynnast á hann hárið eða eitthvað minni mig. Já, ok. Þess vegna með hatt. Vá, en fyndi. Að ég held með Hann er alltaf með eitthvað creepy hatt. Sko. Já, þetta er eitthvað húið hatt eða eitthvað. Mér minni nefnilega að þau hafa alveg fílað hann, þess persónleikarnas. Það er að fara að þynnast á hárið, þú ert að leika. Hann ásætt að leika eitthvað sem er, þú veist, búinn með hæskóla, hann er alltaf hangandi með hæskóla. Já, en hann ásætt ekki vera... Já, nei, hann er ekki 25 ára. Nei, ekki 10 ára eldri eða eitthvað. Þannig að mér finnst það er svona fun fact sem ég man þetta sem út við þriðu. Fyndi, já, Frankie Cheeks. Frankie Cheeks. Mér finnst líka pínuskendlegt að þarna fæ maður svona, í fyrsta skipti eitthvað svona skírskotun, þess að maður er alltaf að fá eitthvað 180 skírskotun, en þarna fæ maður sko, ég held að segja, bíllinn sem klessir á bílinn sem að drepur Frankie Cheeks eða eitthvað. Það er bjórbíllinn úr mynd nr. 2 sem maður sér á The Highway. Mástu, hún sér eitthvað svona bjór-auglýsingabíl og það stendur drink responsibly og svo gæðin sem bara keyrir þann bíl að drekka bjór. Já. It's real responsible. Er það sami bíl? Þannig að það er sama bjórfyrirtæki. Já, ég skil. Sem er, eitthvað, þú veist, bara til í Final Destination myndunum. Já. Og það kemur, ég hef með minnir að komi í setni myndum alls konar eitthvað svona, þú veist, já, hvort það séu skískunni í ljósa bekkina eða eitthvað, þú veist, allavega þetta bjórfyrirtæki eða eitthvað svona. Ferða ekkert í töðuna þér, eins og í myndum með 2, í premonitioninu, þetta er svona prósess sem tekur kannski, hún beygir inn á, þú veist, aðrennina, inn á veginn, hún keyrir í rúglega í 3-4 mínútur. Og þú veist, svo verður slysið alltaf degja. En þegar hún stoppar, þú veist, þegar hún fær premonitioninu, hún stoppar og tekur bílinn fyrir veginn og segir löggunni bara, það verður rosalegt slys. 10 sekúndur setna er slysið búið að gerast. Já, tímaröðin meikar ekki sens. Tímaröðin meikar ekki sens. Nei, ég tók eftir þessu. Já, og þetta er oft svona, þú veist, það er svo að brúni, það bara hlaup út og bara strax, þú veist. Það er náttúrulega, hvernig hann er að hanga í 3 mínútur, skilur, þetta er bara fyrir audience að því 2, þá er það að keyra eitthvað saman, þau eru eitthvað að spjalla og eitthvað, líður eitthvað smá tími. Og það kemur eitthvað pile up, og hún sér alls konar lilla hluti. Já. En hérna, einmitt, svo stoppar hún lögguna að bara verið slíðir og... En þú veist, ef maður er að fara að toga í þannig þráð, að þá, þú veist... Þá getur sleppt í horfarsmyndir. Ágríns, af því að þú veist, hvað, er hún að klippa á milli? Er premonitionið alltaf eins og bíómyndin, hún er bara, fyrst er þessi, svo þessi. Fræðilegur myndi sjá þetta allt úr bílniðinu, skilur við. Það er ekki, ef þú fyrir að hugsa þetta svona, þá fyrir bara hausverk. Einmitt, þú veist, það má ekki ofhugsa þessa myndir, sko. Nei, þetta er bara, þetta eru ódýrar svona skemmtanir. Já. Ok, 3. myndin endar á Subway-dótinu. Jeps. Er ég með eitthvað meira með 3. myndina? Ertu með eitthvað svona... Við erum búin að fara yfir upp á Kills. Já. Mér spynnst ekki alltaf að, þú veist, Subway-dótið er premonition og hún fattar sig að hún kemur eitthvað tíma til að gera neitt í því. Já, þú veist það með í lokin? Já. Það var skemmt það. Og þetta atrið þar sem hún eitthvað svona zoomar út og hún fattar þetta premonition og kemur svona tár. Þetta var vist fyrsta tökunni að gera þetta óvart og leiksturinn elskaði þetta svo mikið. Það tóku, þú veist, fullt að tökum við viðbóta þegar hún bara gat ekki gert aftur tár og óslega leiði við því og þetta var svo óvart og hann eitthvað frábært með, já, gerðu þetta aftur og hún bara, að þeir notuðu þess að þá tökum? Já. Eða einhverja tökum sem tókst betur, ég veit ekki. Ok. Já. Þú tekið mér neitt annað? Nei. Alltaf ekkert sem ég pljóti bara Býtu. Ashley og Ashley, já. Mér finnst það skemmtilegt að heita næstu saman nafni. Mér finnst það líka í þriðmyndinni, ég var að nefna þetta, því sem þetta karakterina. Já. Er það djúpi karaktera? Nei. En það er eitthvað svona, það er eitthvað við alla karakterina. Þau náðu eitthvað svona skilgrina og svona þokkara vel.
Já, einmitt, þetta ekki bara eitthvað svona fallegt fólk. Þetta fallegt fólk sem hefur pínu persónleika. Já, svona Að pínu. mestu leyti, já. Eða kannski eitthvað svona eins og Frankie Cheeks, hann var Grími. með hattinn, hann var perri, en hann var líka svona pínu fyndin. Ok, 1 með mynd nummer 4, ég var að komast að þessu. Já, en förum bara hérna. Nei, 3, með 3, Nó, fyrir 3. ok. Já, byrju hérna 3, já. Gæinn sem leikur fútbolgæinn sem kramin á milli lóðana. Já. Leikarinn, veistu hvað hann heitir? Hann heitir Texas Battle. Texas Bardagi. Herðu, ég sá það í greiðlistunum. Dyrka það. En, en hann var alltaf, hann heitir Texas Battle. Ég alveg tala, bandarækjumenn eru fárlegir, þú veist, þið getur örglega skýrt bara þessi Texas Battle og bara besta mál, sko. Já, ég meina, í Bandaríkjunum, þú getur skýrt hvað sem er. Já. Já, ok. Næsta magna. Já, hann heitir bara... Hann heitir bara Nei, Texas Battle. ok. Nú er ég að kíkja á personal details á IMDb. Ok, heitir hann ekki. Born Clifton Quincy Battle. En hann fættist, hann er greinlega Texas maður í húð og hár, af því hann fættist í Houston, Texas. Ok. Þannig að hann hefur greinlega bara, ég er bara Texas, ok, það er fárlegt. Það er pínu verra, eiginlega. Það er verra. Clifton. Af því hann valdi það sjálfur. Ok, Hann var skýrður eitthvað. Eða baller move, geti verið. Gæti við. Ok, förum að þessi 4. Já, Drastlmyndin. Verstamyndin. Mér er svo langvest. Scream 3, þessa flokks, já. Já, en Scream 3 finnst mér tölur betri en Final Töluvert Destination betri, 4. vissulega, Já. mun above and beyond, sko. Tráttur að við höfum drullega Eiginlega, ég held að Scream 3 sé betri heldur en flestar af þessum myndum. Já. Af því karakterinu þarna allavega, þú veist, Scream 3 eitthvað sem hún fílar. Já, algjörlega. Ég fór bara að hugsa not so much, en já. Ég fór bara að hugsa tæki í 3. Svo ég getur bara hendt þetta öllum röddum heims. God, ok, já, förum ekki aftur í þá. Förum ekki aftur í það. Ekki aftur í þá sálma. Ok, Nei. 4. myndin. Við erum búin að tala um að hún er fokkleileg. Ítla leikin. The Final Destination, sko. Manstu eftir einhverjum karakterum úr þeirri með? Býtu. Ég man eiginlega bara ekki eftir neinu. Nei, einmitt, þú veist, ég man eftir, það er einn dúdbrá sem er svona creep, sem ég elskar ríða, þú veist. Já, ljósari gæinn sem að... Eina sem karakteran hans hefur fram að færa, bara kynlíf. Ef við fáum að sjá líka kynlýsandri með honum, True. var það ekki 4? Jú. Er það ekki eina myndir sem er kynlýsandri? Það eru, náttúrulega, þessar myndir eru rosalega búbi, sko. Það er búbs alveg á 7. mínútu í myndum 2, það eru topless þarna í ljósabekkjanum, en kannski ekki kynlíf, nei. En hann er voða, hérna... Hann er aktív. Hann var graður, segðu það. Hann er voða graður, ljósarugurinn. Einmitt, það er einu kart, ég man ekki hvað hann heitir, skilur. Ekki heldur. Þetta er allt eitthvað bara fallegt lið sem að... En dauðdæn hans, og En var hann eitthvað spes? Er ég að ljúga? Nei, hann var í 4. Ljósarugurinn, Hann var í 4. já. Sem var í sundleginni, Já, einmitt. sem deyr þar. Manstu ekki? Já, ég er okkur 4, 5, opaslega mikið Já, ég skilji. Þær eru, já. Af því þær eru ógæslega svipar og það er bara eitthvað svona dökkarreiksmenn. Nema að nummer 5 hefur Tom Cruise. Við þurfum aðeins að ræða það. Já. Ok, 4. Killin, átti eitthvað upp á skill. Voru ekki frekar glötuð 4? Sko, fyrst er Redneck on Fire og lagið Why Can't We Be Friends er hérna í gangi. Þannig að hann er Redneck on Fire. að reyna að hérna vera svolítið racist. Það var mikið Svo er racist. Salon Lady, svo er hann að kuppaður á girðingu, það er stupid as fuck. Veitu hvað það er? Sko, þau fara, það er eitthvað mechanic, þau fara að verstaði hjá honum, gæinn fara eitthvað svona kút í magan og það er eitthvað svona weird, svona, hvað heitir, svona girðing. Það er ekki chain link fence, en eitthvað svona girðing sem er búin til hnífum eða eitthvað, það er svona stöðsum til þessum myndum, fokkið mikið. Hver býr til svona girðingu? Chain link fence, þú kaupir bara chain link og gerir girðingu. Kaupir ekki eitthvað svona oddkvast hníf, já, alltaf. Þú brjál. Þú heyrir það, ég brjál. Ég heyri það. Ég held uppáhalds mitt sé hérna það sem ég hef kallað whorepool það sem hann er sogar og nýr sundlaugina. Já, mér finnst það svo glada. Nei, alveg. Er það uppáhaldið? Sko, það er uppáhaldið mitt af því að ég var einu svona í það var Vassanubutugarður í Portugal, ég var alltaf í Portugal þegar krakki, sem að lokaði eitt sumrið og með minni, mamma mín, pottið eða sesti mín, kannski sesti mín að fokki mér, hún gerir það stundum, að fokki mér og segja mér að krakkar hefur drukknað hana af því þau soguðust niður og festust og drukknuðu og þess vegna var þessu Vassanubutugarður lokað
og þetta sat alltaf brjálæðslega í mér að maður gæti sogast niður. Þú ert með eitthvað svona alvöru tengingu. Ég er með alvöru tengingu. Þarna kemur önnur svona píkulítið fóbía hjá mér. Þetta er pínu fóbía hjá mér. Að sogast onni, þú veist, ok, hann deyr ekki úr drukknun, hann þú veist, eviscerated via anus, sem ógeðslegt, en já, þetta er pínu svona tricky fyrir mig. Ég veit ekki hvort þetta satt, en þú veist, hann var lokaður, alveg bara. Já, en það voru léleg döðatri í fjörðu. Já, það voru mjög léleg. Ég valdi bara konu sem voru hálfstofun og fekk steinu. Já, einmitt, af því það var að setja upp svo mikið og hún sagði, I got my eye on you. Svolítið on the nose. Clever, man. Og þetta er eitthvað svona, var þetta ekki gæði að slá grasi eitthvað? Jú, steinn í hana. En sko, bæði hata þetta atriði en elska líka. Þetta er svo einfalt að ég þóla ekki. Og þarna er líka, já. Ég elska að þetta er einfalt. Einmitt. Og líka, maður er búin að sjá hana vera algjörð þessu bara, kemur rétt fyrir lokun. Má ég fara í fótsnýrtingu og litum hálfa klippingu? Nei, við erum að fara að loka. Já, þetta er ekki velkomin. Æ, come on, please. Ég bara, I've had such a day, please. Skilur börnin sín eftir einhverju arcade, skilur þau? Nei. En hún var líka svolítið þannig með típa. En ég skal segja þér fun fact með þá konu. Ok. Ég man eftir henni fyrst úr einni mynd. Og ég sá hana á þeim aldrei. Ég var bara úlingur og þetta hafði áhrif á mig. Hún lék, þessi kona, sama leikkona, hún lék í lyftuatriðunum í Lægir Lægir. Já, ég sá Vissirðu það. Ég sá það. Ó, ok. Ég sé með hvað fíl svona fun fact. Já, það er fun fact. Ég bara var búin að sjá það. I know everything. Ok, konan eða stelpan sem er í alveg með þessum gæja í fjórðu. Kannstu við leikona? Er hún rauðhærið eða ljós? Já, rauðhærð. Já, ég kannast henni, já. Veistu hvað þú sé hana? Nei, Ég kannast við hana. Ok. Ég bara, hver er þetta? Ég var ekki að fatta. Ok. Ég hugsa, ég verða yfir bí hana, tjekka þið. Ok, nú er ég, það er eitthvað sem ég veit ekki. Þú horfður á The Boys, eða ekki? Jú, er það mamman? Er það konan hans? Heitir ekki Becca? Jú, 100%. Vá, Já. hvað er samt búin að breytast? Orðin fullorðin, skilur við? Já, orðin fullorðin. En ég varð að fatta hver það var. Já, ég skilur. Og bara, já, hún er The Boys. Já, ég minnir ég hafa ekkert maður að googla þetta, sko. En já, einmitt. Ok. Fjórða. Þessi, hún er rosa mikið slæmt CGI. Drasl, 3D, ógeð eitthvað. Já, 3D, svo gem ekki hvað. Ógeðslega gem ekki. En já, ok, en þú veist, já, mér finnst, sko, kappakstusatriðið. Mér finnst það glatað. Já, af því þú veist, það er einmitt, bara mjög mikið eitthvað svona impaled, þessi, þú veist, eitthvað kramin. Eitthvað tölvugert, ekki hann er tölvugert. Blóð. Það er bara svona eitthvað, þú veist. Ekki spennandi? Nei, ekkert spennandi. Ljótt lúk á henni, mér finnst hún langsýst. Einmitt, hún er alveg verulega slæm. Ok, förum í 5. myndina á nokkur hent út úr stúdíu. Ég ætla bara að vita hvort sem, já, og erum við að búið með tímana? Já. Klukkan er 3. Já, ég er með fullt, fuck this, ég er bara... Rapid fire loki. It's the worst, og bara, mér langar, ég vildi óska að rúlustöðatriðið hefði verið alvörunni, af því það hefði gert það sem uppáhaldskill. Já, í sammála. Ef það er uppáhaldspremonition, skilur. Í sammála. Það var velja svo leis, já. Það var bara því ég var að horfa hana, þá er bara svona, ok, þetta er alveg... Af því það er líka fóbía. Fólk, reymar... Festast í rúlustega, já. Hræðilegt. Í sammála, já, hræðilegt. Það hefði verið gott atriði. Eða svona skást það. Ég vildi óska þess að kona hefði dáið, tjók. Það fleiraði dá í þessar mynd. Ok, og farið 50. Já. Ok, og þetta hún heitir Final Destination 5. Þetta voru bara hægt að reyna á sniður. Þetta er bara að gera bara 5. En höfum hennar samt í 3 vít. Já, hún var ekki 3 vít, en tölvöld skári. Já. Upp á hvernig hún eldist og gimmick og svona. Já, upp á söguna, karakterana kannski. Eitt sniðið til þessar mynd. Já. Og ég var búin að gleyma þessu. Ok, hvað er með? Þegar ég sá hvað skrifaði hana. Ég er ekki með það. Þú ert ekki með það? Nei, hvað skrifaði hana? Af því ég veit að þú dýrkar þessa mynd sem hann skrifaði. Ok. Og ég var bara, wow, skrifaði hann Final Destination 5? Ok. Þetta er gæði sem skrifaði Arrival. Já, ég með það, skrifaði Arrival. Vá, ég myndi. Að ég þekkti nafn það hans. er magnað að skrifa Arrival fyrir gjafðu. Þú veist, við erum nýbúin að vera að tala Dennis Villeneuve, skiluru, og bara er búin að vera eitthvað, bara hann er frábær, skiluru. Wow. Hvað veistu betur, Arrival eða Final Destination 5? Ég get ekki valið. Getur ekki valið, það er svipar. Það er svo svipar. Svipar hvað? Ok, mér finnst það var svona fun fact. Já. Hann skrifaði... Þessi 5. hún er ekki alveg jafn kampi, þú veist, hún er vissulega mjög eitthvað svona kjánaleg
morð, en þannig annað uppáhaldskill. Hvað heldur það sé? Í 50, sko, Já. ég var með, ég ekki segja hvað ég hef. Hvað varst þú með? Já. Veist. Það voru ekki alveg nokkuð góð í henni. Mér minni það. En ég ætla að giska, ég ætla að segja sem er sama. Ok, hvað er með? Af því að það er kannski ekki finnst svona fóbíatrið, en Nei, en það er bara svo ógeðslega ikonik. Við erum 100% talað um það sama. ég er svona fimmleikatrið. Já, Já, ok, þú ert með það líka. Lang best. Það er, veist, við vorum að horfa á ólympíuleikana vinnunum daginn Já. og okkar fimmleika og ég bara stelpi, komum að segja þetta atrið. Það var bara, hvað, eru þú ólympíuleika? Nei. Þú er ólimpíu, gerði þetta? Nei. Og þá sendi ég þér eitthvað, hei Hafi, við þurfum að gera Final Destination þátt. Eftir að við sýnt í Já. Mér finnst það bara svo gaman, þú sendir um þetta bara, hei, gerum Final Destination það. Ég bara, já, af því mér þykir lúmst vænt Pín. Já, ok, fimmleikatrið. Fimmleikatrið er mjög Það er líka svolítið skemmtilega svona uppbyggt Já. og það er svolítið langt Það er svolítið langt. og maður er bara svona, ok, þetta er að fara að gerast. Nei, þetta er að fara að gerast. Nefnilega, mistir ekkert með skrúuna. Maður er bara eitthvað, nei, þú veist eitthvað, alltaf býður hún stígana. Já, Svo er bara önnur stelpur sem stígur hana og kemur öllu. öll að staða einhvern veginn Mhm. og var það ekki mitt, já, hún er á, ég veit ekkert hvað það heitir, eitthvað fimmleika. Hún er á tvíslá. Tvíslá. Köllum, ég er ógæslega confident að það heitir tvíslá. Ok, kallum þetta, ég er ekki confident, en ég treysti þér. Tvíslá. Ég hef ekki hugmynd. Kallum þetta tvíslá. Það er Og það önnur er- slá og svo tvíslá. Okay. Og það er nokkuð vel gert þegar hún deyr. Það er nefnilega vel gert. Sko. Af því ég var með minnum með því ég horfði á það, ég var bara svona, ok, hvernig Þetta gerðu er þeir þetta? samsett, held ég. Þetta er pottet CGI plus Það var praktikalt. sem sagt skot einhver kona með lappirnar svona og svo er skot af annar leikonu. Þú veist, leikonun er bara liggjandi á maður og þeir setja þetta einhvern veginn púslir þessu Já, saman. púslið svo saman. Beinin maður og hvernig Já. hún lendir. Þetta er Já. eitthvað svo visceral maður. Þetta Þetta er er brútal, sko. þetta er brútal. Elska þetta. Já, ok, við erum með samadrið. Já, 100%. Hvað fannst þér í premonitioninu á brúnni? Discount Tom Cruise fær eitthvað svona dót í gegnum hausinn á sér og augaðan drúpast einhvern veginn niður og verður ógeðslega feik. Mér finnst það svo stúpid. Já, ég fíla það samt. Nennur að splæsa myndaði inn á af því Á að YouTube. það er svo stúpid Já, þú meina bara sem visual þá Nei. hlúkar svo aðslanlega. bæði þetta og þú veist, Og þetta myndi aldrei gera svona. þetta myndi alveg gera svo bara, líkaminn er ekki svona Nei. auga myndi bara, þú veist, annarkvært poppa út eða vera bara sinnum stað, það er ekki Eða bara springa einhvern veginn. já, Já. augu virka ekki svona Já, þú meina að því það lag svona það lag einhvern veginn niður og var eitthvað fake looking Alveg. en þú veist, ég man alltaf eftir þessu að þetta er svo fóla stúpid en já, Já, það er ganas. Þetta er alltaf ekki raunverulegt. nei, að En já. þarna í þessari myndi líka creepy guy það er gæðin sem fer á nuddstofuna Já. og hann er í acupuncture og svo dettur hann fram fyrir sig Mér finnst það reynda og það skemmtilegt líka. stungast allir Já. og er eitthvað svona, hann er eitthvað plokkar út Já, það já, er svona já, body já. horror þar sko Það er bóttjórar. Já, það er gæinn. Já, hann var með perri. hann er fucking berri Já, hann var bara svona, er þú ekki eitthvað já, bara skvísa? geti fengið special nudd Já. fuck, það er Var hann ekki líka svona nett eitthvað, það er gaman sem þú horfa á eldri myndir. jú, einmitt, Var hann ekki svolítið svona stereotypu, eitthvað hann var svona... svolítið reypi sko Já. skoðum ekkert að því, hann var bara vel reypi En var hann ekki líka að með þessa staðal ímynd? jú, Skilur, var hann ekki með svona, ég myndi alveg kalla hann fordóma fullan? jú, 100% Skilur hvað við? Skilur hvað við? Það er hann svo var svo un-PC Já, sko já. fuck Og það er svo gaman eftir að horfa á svona gamla myndir hrikalegt og maður er bara eitthvað svona, þetta er örugglega ekki í dag. nei, ég var að horfa á gamla fústbræðsketsin daginn, það sem að Sigurður Kjartason er eitthvað, þú veist, hérna með, þú veist, bara, Já, einmitt. í bara yellowface, þú veist, Já. bara China, þú veist, guðmengóður. Og þú veist, maður þarf ekki eins og að fara í það Það er ekki þakka, þessi mynd fór 2011. Já, þetta er 10 ár. Kalli minn, þú er cancelled as fuck í dag, sko. Það Það er bara mjög gott að þessi gæði dó. Af því hann er reypi, þú veist, þetta er svona gæði sem er bara svona, ég vil sjá hann deyja. Hann er reypi Já, og rasisti. já, líklega mikið bara- það. þú veist. En eins með hann deyri með, hvernig dóa samt? Hann fekk alltaf þessa pinn í sig. Það kom hérna Búddastyttan. búddastyttan og kramdan um Alveg rétt. Var það ekki líka nokkuð gert? Mér minnar þeirra að vera með eitthvað svona praktika líka í 50. Frekar en bara CGI. Það getur vel verið. Já, minnir það. En eitt svona fun fact, að því við erum að tala um discount Tom Cruise. Ég var búin að gleyma þessum gæja. Svo var ég að horfa á hann og ég var bara, djöfitt hann líkur Tom Hann er eins og Cruise. Love Child Tom Cruise og hérna Christian Bale, basically. Og ég hef náttúrulega smá sögu Ok, með hann að gaur. ok. Að ég veist ekkert hvað það var. Ég var bara, já, djöfitt hann líkur Tom Cruise, maður, alveg rosa líkur. Er þið skildir eða? Nei, ég held ekki. Ok. Svo fyrir hans að googla hann. Já. Hann hefur leikið Tom Cruise, veit ég. Já, að ég er nýbúin að skoða á TikTok. Hardcore
deepfake Tom Cruise. Ég ætla að sýna þetta eftir. Hann er bara, þetta er svo líkt Tom Cruise, þetta er vel gert. Já, Og ég fór aðeins að googla það. Herðu, þá kemur ljós að hann leikur gaurinn í þessu TikTok-dóti í atriðunum, en svo deepfake sett á hann. En hann leikur. Að ég vissi ekki. En virkar ekki deepfake þannig að þú meiri segja gæti setja hérna og ég geti tekið vídeóur, ég myndi bara imposa. Jú, ég get árið Tom Cruise eða eitthvað. En gæðin sem greinlega gerir er með hennar TikTok-account. Það er ekki þessi gaur. Nei. Hann bara ræður hann sem bara eftir hennu. Vá, ok. Er leikara ráðnir til að vera í TikTok-vídeóum? Greinlega. Greinlega. Af því ég held fyrst að gaur sem gerir þetta TikTok-dót, ég held að hann var að leika Tom Cruise. Og svo bara superimposar hann deepfake á sjálfa sig. Hann réð leikara. Og leikar hann úr Final Destination 5. Það er pínu fyndið. Það er ógeðslega fyndið. Ok. Herru, eitt skemmtilegt svona pínu sem langar að ræða þessa, eða svo minnast á, af því að aðalgæinn í þessari mynd, hann lék sem sagt karakter í Office, ég veit þú horfur ekki Office, hann lék karakter í Office sem heitir Hunter. Stór karakter? Nei, pingu lill karakter, en frábær karakter fyrir það sem horfur á Office. Og sem sagt, David Koechner leikur líka í Office og svo í þessari mynd er karakter í þessu fyrirtæki Presage eða eitthvað og þetta er Paper Company og það er karakter í sem sagt warehouse eða verksmið sem heitir líka Roy og þetta er allt Office-tengingar af því að David Koechner leikur í Office og Hunter er Office. Þetta er byrju fyndið, þetta er bara svona eitthvað ég var eitthvað svona, fyndið margar Office-tengingar þarna. En manstu hvenar, ég bara pæla að var hann fyrst í Office og svo í þessu? Nei, fyrst í þessari og svo fann ég Office. Nei, annars, ég veit ekki, 2011 veitu, ok. Hver kom Office út? Ég man það ekki. Við erum talað banderska Office. Já, ég man ekki. Þetta var í 5. seríu, 4. seríu, 5. seríu. En hvernig fannst það nýfænd Destination? Fannst það ekki svolítið sem boring? Jú, bara svolítið vanilla, sko. Já, en einhvern veginn ekki jafn vanilla á gaurinn í 4. Nei, hann var vanilla. Hann er bara wallpaper, sko. Í sammála því. Mér finnst ekki mikið af góðum kills í þessari, náttúrulega gymnastics, gott og svo náttúrulega laser eye surgery hjá henni stelpu. Já, nú er ég að hugsa sem er basically lögblind. Ég með það hérna hjá mér. Ég með gymnastics, creepy massage guy, laser eye surgery, Dave Koechner, Roy. Veitu, hann dó í verksmiðunni? Já, hann var í wrench hérna. Já, það var enda alveg flott. Pínflott. Já, það var pínflott. Svo er Tom Cruise drepinn með rotisserie chicken skewer. Alveg, það er hann sem reynir að taka líf til þess að lengja sitt. Já. Fokka í röðinni. Sama og gæni 3 ætlar að gera. Alveg rétt. En svo er, tvistið í lokið af þessari mynd er að þau lifa af, þau 2 hana parið og eru að fara til Parísar. Hann er kokkur, hann fekk vinnu í París. Þá eru þau í Flight 180 sem er úr fyrstu myndinni og þá er þá sjáum við bara Devon Sawa og Liv fara út úr spilinu og þau eru bara svo bara springa þau með vinnu það var pínu svona töff tenging við en nefnilega, fyrstu, sko. Það var svo mikið tvist að ég fór svo mikið að hugsa tilbaka bara að því mann finnst þessi mynd vera svo mikið þú veist, 2010-ish en eins og að við fara að hugsa það þú veist laser eye surgery er bara ný hlutur þarna, 2000. Ég fór að googlaði bara hvenar varð laser eye surgery þing og það var bara 99-2000. Og líka það var engin með eitthvað svona smartphone eða? Nei, nefnilega ekki. Það var alveg byrjað 2011. Já, þau pössuðu sér að vera ekki mikið í, þú veist, símanum og eitthvað. Þannig að þetta er henni prequel? Þetta er stealth prequel. Stealth prequel. Surprise prequel. Það var pín skemmtilegt, ég var búin að gleyma því. Já, það er bara svolítið skemmtilegt tvist. Það var mjög skemmtilegt tvist. Herra, ég held við þurfum að fara... Já, ég er bara hrættur að það eru aðrir að taka Já, ég veit það. Alla myndinar, hala inn, hvað heldur að hala inn? Alla myndinar saman. Samanlagt? Já. 700-800 milljónir? 650. Ég var nála því? Já. Það er verið að gera mynd nummer 6. Já, ég las það bara í dag. Ég vissi það ekki, fyrir bara, þetta er ykkur sokaðir sem er að skrifa hana. Já. Það er tilkvest, hvað verður nýtt í þeirri mynd? Það var vist að vera eitthvað svona, first responders. Hvernig myndir fólk sem díla við hættulegar aðstæður, dagstæðarlega, hvernig myndir þau að díla við svona, þú veist? Ok, það er tvistið þeirri mynd. Það er skemmt tvist. Og svo líka, er maður ekki að fara að sjá hana?
Jú, auðvitað, þú veist. Þetta alltaf myndir sem ég sé. Við erum svo Þetta er alltaf einföld. gaman. Já, við erum bara mjög einföld og ég ekkert skammast mín enginn eftir það. Nei, maður á ekkert skammast sig fyrir það. Nei, maður, ég er einföld. I know it. Ég er einföld. Ok, 7. myndin kemur. Já, við förum bara á hana saman. Förum að tökur rífið það. Við gerum það allar pott, við skrým. Hvað er þetta skrým 5? Hvað er að frétta Scream 5? Hvað er hún? Hún á að koma 22. Hösti 22. Já, er alveg ár í hann. Það er alveg ári í hana heldur. Sko. Af því að hún kemur pottið út skilur kringum Halloween, ekki? Nei, það er ekki Koma alltaf. hryllismyndir alltaf Ekki allar hryllismyndir. Ég meina Nei, það ok. Scream 4 kom út í apríl. Er það? Mér meina það. Já, ok. Já, kannski veit ég ekki. En svo fór ég að googla ógstlega mikið á svona einhverjum real life, real life Final Destination facts. Ég mæli með að fólk gera það. Það er alveg sönd sem er ógstlega creepy. Ok. Fólk sem lifir á flugslis og deyr sér í öðru flugslisi mánuðum setna eða 5 dögum setna eða eitthvað, þú veist. Það er creepy. Það gerist. Herru, við getum talað endalust. Ég skal halda kjafti. I'm sorry. Held líka að kameran á mér sé eitthvað skriðin. Hún er að horfa á hana og hún er búin að vera frosin ykkur tíma. Og ég er að vona að þín kamera sé í lagi. Herru, takk fyrir að koma. Takk fyrir mig. Final Destination, fyrsta er best. Já. 4 er lélust. Final Destination 1 Supremacy. Já, algjörlega. Herru, takk fyrir að koma.